Ágæti gestir, gaman að sjá hvað góð mæting og við erum að byrja akkurat á mínútunni þannig að þá örugglega eftir að fjölga, við erum tilbúin með fleiri stóla allavega. En ég býð ykkur velkomin til þessa málþings sem haldið er hér í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi í samstarfi við Thorvaldsen-safnið í Kaupmannahöfn. Er hún online? Ég ætlaði hér að þakka Kýru Kofod sem er starfsmaður Thorvaldsen-safnsins í Kaupmannahöfn fyrir samstarfið, en hún er sérfræðingur í teikningum og ber ábyrgð á munum listamannsins fyrir Thorvaldsen-safnið og mun tala til okkar á ensku frá Kaupmannahöfn. Ég heiti Ólöf Kristín Sigurðardóttir og er safnstjóri Listasafns Reykjavíkur, en fyrir utan það að annast almenna listaverkaeign Reykjavíkurborgar ber safnið sem að nú telur 17.000 verk, ber safnið ábyrgð á listaverkum borgarinnar í almannarými. Tilefni þess að við komum hér saman er að í ár eru liðin 150 ár frá því Kaupmannahöfnarborg færði Íslendingum að gjöf bronsstyttu sem er sjálfsmynd af myndhöggvaranum Bertel Thorvaldsen. Þá, árið 1874, var því fagnað að talin voru 1000 ár frá upphafi Íslandsbyggðar. Þetta var margt merkt ár í sögu þjóðarinnar, en þá var Íslendingum sett eða gefin okkar fyrsta stjórnarskrá hinn sérlegu málefni Íslands. Kristján IX. Konungur yfir Danmörku og Íslandi heimsótti landið og færði okkur stjórnarskrána. Og eins og margir vita þá er standmynd fyrir utan stjórnarráðu í Lækjargötu til að minnast þess. Styttuna af Thorvaldsen var komið fyrir á Austurvelli árið eftir, þar að segja 1875. Af því tilefni var völlurinn girtur og lagðir stígar yfir hann. Þannig að uppsetning styttunnar hafði áhrif á mótun borgarinnar og er grunnurinn af þeim Austurvelli sem við göngum enn þann dag í dag. Uppsetning verksins var jafnframt öðrum hvatning til að fegra umhverfið með verkum eftir Thorvaldsen, en árið 1881 kom apótekarinn í Reykjavíkur apóteki 2 styttum og lágmynd fyrir á húsi sínu við Austurvöll. Styttan af Thorvaldsen á Austurvelli, sem í heimildum er réttilega vísað til sem líkneskis Thorvaldsen, markar nýja tíma í stækkandi bæ, þar sem borgaraleg menning fór vaxandi og tengsl við erlenda menningarstrauma sóttu á. Segja má að líkneskið Thorvaldsen hafi fært heimslistina til Reykjavíkur og verið sproti sem átti sannarlega eftir að dafna, en í almenningsrými borgarinnar í dag eru meira en 180 verk. Eins og gefur að skilja hefur sýn manna á list í almannarými þróast í áranna rás. Hlutverk Austurvallar þróaðist, en þegar styttan af Thorvaldsen var sett upp, var þar jú dómkirkja og myndarleg húsaröðumenn frá vellinum, en það hús sem mestan svip setur á Austurvöll, það er að segja Alþingishúsið, var ekki risið. Alþingishúsið hefur mikil áhrif á það hvernig Austurvöllur hefur mótast sem hjarta lýðræðis og sjálfstæðis landsins. Og í þeim anda var það niðurstaða manna að hinn glæsilega standmynd af listamanninum Bertel Thorvaldsen skildi víkja fyrir standmynd af sjálfstæðishetjunni Jóni Sigurðssyni. Og þetta var árið 1931 og var styttan af Thorvaldsen komið fyrir í listigarði bæjarins við Hljómskálann. Eins og við þekkjum hefur síst dregið úr tengslum Austurvallar við lýðræðisvitund og áhrif valdaafla. Og hefur völlurinn verið vettvangur mótmæla og borgaralegrar óhlýðni allt frá því menn mótmæltu hinu svokallaða símamáli 1905. Í hruninu, sem hófst 2008,
var þar vettvangur mótmæla og borgaralegar óhlýðni. Og nú stendur þar aðeins til hliðar á vellinum listaverk eftir samtíma listamannin Santiago Sierra sem ber titilinn Svarta keilan, minnisvarði borgaralega óhlýðni. Þannig að yfirbragð listaverka hefur þróast í áranna rás og hvatinn til að setja þau upp hefur líka þróast. Þróun listar í almannarými hefur verið mikil, einkum á síðari hluta 20. aldar. Hér í Reykjavík eru fjölmörg ný listaverk í farvatninu, einkum í gegnum samninga sem gerðir hafa verið milli Reykjavíkurborgar og lóða hafa á svokölluðum þróunarreitum, það er að segja þéttingarsvæðum borgarinnar. Unnið er að undirbúningi kaupa á verkum og efnt hefur verið til samkeppna meðal listamanna gerð nýrra verka. Það er mikilvægt hlutverk safnsins að hlúa að eldri verkum í borgarlandinu en jafnframt að vera vakandi fyrir nýjum tækifærum til að fegra og hafa áhrif á upplifun fólks af umhverfi sínu. Nú ætla ég að tala til Kýru á ensku, en ég vil eins og bara þakka Thorvaldsen-safninu fyrir þeirra áhuga á þessu verkefni og vona að við fáum ykkur tíma tækifæri til að deila skoðunum okkar og upplifunum af list í almannarými með þeim. En ég vil þakka Sigurði Traustasyni, deildarstjóra safneignar og rannsókna, hér við safnið fyrir að skipuleggja þennan dag og Eiríki G. Guðmundssyni sagnfræðingi fyrir að hafa frumkvæði að því að fjalla þennan merka viðburð sem uppsetning listaverks í sögu hverrar borgar. Góðu gestir, ég vona að þið njótið þeirra áhugaverðu erinda sem hér verða flutt og gef Höllu Margréti Jóhannesdóttur, verkefnisstjóra hér í safnið sem verður fundarstjóri í dag, orðið en hún mun kynna fyrirlesara og halda okkur við efnið og ég vona að njóti þess að vera með okkur. Takk fyrir að koma. Komið öll blessu og sæl. Eftir sinni mynd, þegar Danir gáfu Íslendingum Thorvaldsen, árið 1874 yfirskrift þessa málþings. Fyrirkomulag málþingsins verður á þann hátt að það eru 5 erindi sem að verða flutt hér í dag. Það eru 2 erindi fyrir hlé og 3 eftir hlé. Í hléi ætlum við að fá okkur örlítinn kaffisopa. Að loknum erindunum verða pallborðsumræður og það eru 4 af 5 fyrirlesurum sem að taka þátt í því, þau sem eru hér á staðnum. Og svo í lokin þá ætlum við aðeins að skála og eiga samtal lífið og listina og Thorvaldsen og það sem við fengið að heyra hér í dag. But now I will switch to English and our first speaker is Kira Kufur. She is a museum inspector in Thorvaldsen Museum and her talk, the name of her talk is Between Art and Politics on the understated cosmopolitan rebel Bertel Thorvaldsen. And Kira, I see you're with us now, and the stage is yours. I would love to hear what you have to say and see you guys make eyes with as well, but I have to stay here. And now I'm trying to share my screen so I can present what I have to say. So, as the first speaker, I've been thinking about how best to lay the ground for the rest of the program today and how best to celebrate the anniversary, not just with a gift from Copenhagen to Iceland, but also celebrating the 80 years since you had your first
or your own free republic. And the 150 years since Denmark had its first constitution. I've just decided not to speak of Thorvaldsen's self-portrait statue or Thorvaldsen's Icelandic connections as first intended, even though it's a focal point of the seminar. I know that Irigo will do so just after my talk, and that he has studied the cast's history thoroughly. Instead, I will talk about the research in Thorvaldsen's art that has been taking place in his museum in Copenhagen during the past years while we have been digitalizing and publishing the Scottish Youth Letter Archives. My talk thus will focus on the artists behind the artwork in order to contribute to the important and continuously changing symbolic context of the first public statue in Reykjavik, and to help answer the question, what could the statue of Thorvaldsen also represent today? Though my talk will be divided into 3 parts, which due to the time limit only will be very short. An overall graphic introduction to Thorvaldsen and his career, and examples of new findings during our research that have changed our perception of his sculpture, his artworks, and his significance. And then at least some concluding remarks. Thorvaldsen was born in Copenhagen in 1770 and died in Copenhagen in 1844. But in the meantime, he lived most of his life in Rome as an international and free artist. Thorvaldsen was the only child of the Icelandic wood and stone carver Gottsked Thorvaldsen and the domestic Karen Downs from Jutland in Denmark. The family was quite poor, and the marriage was not a happy one, but they both loved their artistically talented son that would draw on walls and doors and everything else in the tiny land in Copenhagen. Thanks to a still unidentified friend of the family, Thorvaldsen was enrolled at the Art Academy in Copenhagen at the age of 11. At that time, the academy was not only for artists, but also for craftsmen. But Thorvaldsen was so talented that he went all the way and received all the prestigious medals that one could achieve. And at the end, he won the important scholarship to go to Rome. Already recognized for his talent in Copenhagen, he arrived in Rome in 1797, and there he was obliged to carefully study and learn from antiquity by visiting museums, private collections, ruins, and the works of other contemporary artists. He was also sent to Rome to learn how to carve in marble, which was not accessible or taught in the Danish Art Academy. After 6 years of scholarship, he was obliged to return to Denmark to serve as the artistic king and wait for commissions. Some of his friends and teachers warned him, writing that returning to Copenhagen would only be commissioned to make gravestones, as the country was poor and had no money nor taste for fine art. With the statue of Jason with the Golden Fleece dated 1803, he made his name internationally, and supported behind the scenes by important people around him, he managed to avoid going back and remain in Rome, where he became an independent and successful artist. In Rome, he could make the artworks he wanted to make, as and when he wanted to do it. This was his first important rebellion. So, he ran into some rooms in the famous Castle Puttenia Sixtina, close to Piazza di Spagna, at that time an area for foreigners in Rome and home for many international artists. He also rented a minor and eventually also a very large studio in Rome, where buyers and art lovers would come to visit as in a gallery and commission works of art, as here to the right when the Pope is visiting the studio. Thorvaldsen became a person, or the person to come to when studying or visiting Rome, especially for artists. He knew who to meet, where to go, how to open doors, and was an esteemed art critic and mentor for artists, as well as advisor for, among others, the Pope. Almost 68 years old, in 1838, he finally returned to Copenhagen like a national superstar, most of all to secure that his vast art collections and models would be housed in a museum in his name. That was the agreement. A museum in his name for the artworks. Testamented everything to the city of Copenhagen,
which at that time had some kind of self-government, and not to the state of Denmark. He did so to avoid that the king would claim all of it as his own private property, and Thorvaldsen wished the museum to be a public museum for everybody. This museum was built right next to the King's Castle, 1839 to 1847. It opened in 1848, and it's still a unique and colorful jewel in Denmark. So what are the news? Since 2008, Bertel Thorvaldsen's letter archives have been accessible online, and a team of 4 art historians, including myself, have been reading and commenting the search material that today contains more than 10,300 documents. It has been surprising to study the more rebellious part of Thorvaldsen's art and life, which has been put aside and suppressed for many, many years, starting already in his own lifetime. Just Mathias Thiele wrote the first 2 large monographies of Thorvaldsen, and was good at leaving everything out that did not fit with the image of the sculpture as a contemporary national role model. We still have Thiele's notes on the letters, and therefore you can see what he knew but chose not to mention. The traditional view of Thorvaldsen, also reflected by Thiele, is that of a simple but inspired genius in the Danish Golden Age who was primarily concerned with the beautiful. It's been presented as apolitical and as just being interested in making art, but now we can see that he was far more than that. Thorvaldsen can be placed in Danish and international art history as a sculptor, but also as a person who is in a very concrete way, and during a very important period of our common history, lived out the French democratic ideals of freedom, equality, and fraternity, not only in his art, but also in everyday situations and in the small long-term strategic actions. Thorvaldsen made an almost incomprehensible journey from the bottom of the social pyramid to its top, from growing up in a poor artisan family to a position as one of Europe's most sought-after sculptors. He placed his work in the upper echelons of society and portrayed the most powerful men of the time, the Pope, Napoleon, and the Tsar, but also the great artists and intellectuals of the time, such as Friedrich Schiller and Lord Byron. Nevertheless, he remained in touch with the social class that he himself came from, and did not distance himself or acted in line with aristocratic expectations. There are many examples of this in the archives. The radical democratic ideal that Thorvaldsen lived out in everyday situations must be understood together with his deep commitment to Greek antiquity and the so-called prayer of democracy. And in this way we have gained a clear interpretation key to his works, which are not just to be understood aesthetically, but also have a clear ethical and political dimension. And then I'll give you a few examples. The very first marble bust that Thorvaldsen sent back to Denmark during his early years in Rome shows his new and inherent political style. The bust of Danish author and philosopher Tycho Rode. The bust was so Roman Republican to look at that Thorvaldsen's teacher at the academy, Nicolai Abildgaard, to whom it was sent, wrote to Thorvaldsen that he did not dare to show it at the academy because it was protected by the absolutistic king. During an anonymous competition at the Papal Art Academy in Rome, which Thorvaldsen was a director and professor at, the winner showed up with the Jewish painter Moritz Oppenheim, and according to his memoirs, the judges denied giving the prize to a Jew. According to Oppenheim, Thorvaldsen then intervened and supported Oppenheim as the rightful winner. Also, women artists were supported by Thorvaldsen, most prominent the Danish sculptor Algund Fugt, born Herbst, which he wished to allow access to the Art Academy in Copenhagen to secure her education, even though he knew that women were not allowed at the academy. And in fact, they weren't until 1924, so it's 100 years ago to this year. The academy denied her access, and Thorvaldsen then decided to let her work in his own studio, which was placed at the very same academy, and
and that way it was very clear statement. He also found out the Thorvaldsen very discreetly borrowed a huge amount of money to the Danish crown prince that had spent too much money on it during his honeymoon. It was a sum that corresponds to almost 240 kilos of silver, and a sum that Thorvaldsen later asked to have back to be able to fill in more art in this future museum. It's a case that clearly shows the soft power that Thorvaldsen gained in society, and that he knew how to use it without getting in open conflict with the authorities. The democratic and even republican values are also mirrored in the celebration of Thorvaldsen's homecoming and the visions attributed to the making of his museum. Instead of horses, the crowd, led by students, pulled Thorvaldsen carriages from the harbor to the Art Academy as a unique gesture of praise to one of their own kind, as it was called. And at Amalienborg, the temporary home of the royal family after the fire at Christiansborg, the triumphant procession was not allowed to drag Thorvaldsen through the side columns, which was the shortest way to the academy. And then the crowd trampled a soldier down and threw his gun away so that the procession could continue. And this is a very small but also very revolutionary event. It was not at all mentioned in the censored press, but only survived with a private letter from the author Hans Christian Andersen to his democratic-minded friend Henriette de Wulf. The liberal and later politician Orla Lehmann and the Pruckborg family, which Lehmann later married into, argued that the museum was made possible by the people and for the people. Raising money for the museum was in fact the first public crowdfunding in Denmark that was not initiated by king or church. The museum, according to them, was free man's free work, and Bolette Pruckborg, a painter close to Thorvaldsen and Lehmann's future mother-in-law, placed in fact the French revolutionary flag at the museum's roof during the construction of the museum. And this is when it's only known through a letter from the Pruckborg's daughter and Lehmann's future wife, Marie Pruckborg, who described the event to Thorvaldsen, assuming that it happened in peace. All of the severe reaction from the king, the museum is placed right next to the castle, and Lehmann was imprisoned for having spoken too openly against the regime earlier the same year, and Bolette's brother, Johannes Hagen, a liberal journalist and editor, in fact took his own life a few years earlier due to a conviction that denied him the right to express himself in the press for the rest of his life. Johannes Hagen's fight and visions for a more fair and equal society were mentioned again when equally minded citizens tried to seize momentum with Thorvaldsen as a new role model working for the common democratic good, as it is seen in this poem printed in relation to Thorvaldsen's homecoming 1838. The art and life of Thorvaldsen thus speak of democratic and maybe even republican ideas, and so does the giant frieze designed by museum's architect Gottlieb Bindesbøll and the painter Jørgen Søn that is seen at the outer walls of the museum. There's no nobility and no royals present, only artists, bourgeoisie, and common citizens, barefooted workers, women, and children. In fact, the only royal symbol on the frieze is a dying lion, facing directly towards the king's castle, and the lion is, as you know, a traditional symbol for royal force and power. At the museum, or maybe with the museum, this power is obviously dying. 1 year after the museum opened, Denmark had its first free constitution. So, to get back to the symbolic concept of Thorvaldsen as a figure, or Thorvaldsen as a statue in public space today, it's amazing how rereading old crime researches can change our traditional view on his artworks and cultural and political intentions. His artworks and actions have been brought down from the high pedestals, from a world so ideal and so far from everyday life that it was hard to know what to do with them for most people. And then been brought back into our own present day,
in a form and a style that are unusual and difficult to many of today's audience, yes. But knowing the historical context around the artist and the artworks help us see how much the struggles for equal rights and equal possibilities for free press and personal and national freedom are similar to struggles or threats that we experience today. Thorvaldsen's career, artworks and actions in his own time became a symbol of hope and fairness for the poorly born, anyone else without right in society at the time. In the meantime, we seem to have forgotten this. So your statue, even though it was moved from the important democratic square in front of your parliament to a purely aesthetic spot in the park, exactly you could say like the reception of Thorvaldsen and his art, and even though it was done due to understandable national reasons, the statue of Thorvaldsen itself still embodies visions of hope for the future, visions of democracy, equality and possibility. And hopefully it will continue to do so also during the next 150 years. It was a French photographer who in 1840 made the very first Nordic portrait, the daguerreotype. The portrait is Thorvaldsen posing next to his relief Jupiter and Diane, a motif which is also a sign of freedom. You can't see it in the photograph anymore, it's faded, but it's there. So let us conclude on common Icelandic and Danish roots, French democratic and humanistic ideas, and international hopes for the future. So thank you for listening, and thank you for inviting me. Takk, Kira, og hilsen til Copenhagen. Og við fáum áhugaverða fyrirlestra hér í dag, en við erum samt eiginlega með svona einn heiðursgest sem þetta verk hér, sem er minni útgáfa af verki Thorvaldsens sem stendur í Hljómskálagarðinum í dag. Og þetta postulínsútgáfa og sem að Listasafn Einars Jónssonar á. Þetta verk stendur á skrifstofunni hans Einars og hann var með það hjá sér. Og Listasafn Einars Jónssonar, við þökkum okkur kærlega fyrir að leyfa þessu verki að vera með okkur hérna í dag. En næsta erindi flytur Eiríkur G. Guðmundsson, sagnfræðingur og fyrrverandi þjóðskjalavörður, og það heitir Enga gjöf gátu Danir betur valið Íslandi. Gjörðu svo vel, Eiríkur. Góðan dag, góða gestir. Og tak for en meget interessant oplæg, Kira, hvis du kan høre mig. Nú höfum við lítt á mjög fróðlegt erindi Thorvaldsson list hans. Þetta fínt. Heyrið þið núna? Þann víðfræga dansk-íslenska myndtökara sem Íslendingar lögðu kapp á að upphefja vegna íslensks uppruna hans. Þeir vildu hlutdeildi fræð mannsins sem þeir kölluðu gjarnan landa sinn. Þeir söndu ættartölu hans, gerðu hann að heiðursfélaga hins íslenska bókmennafélags og gáfu út sögu hans, allt meðan hann var á lífi. Já, fyrirgefiði. Vitað að Thorvaldsen bar sterkar taugar til Íslands eins og skírnarfonturinn í Dómkirkjunni ljósastur vottur Mitt hlutverk hér að gera grein fyrir hvernig á því stóð að Kaupmannahafnarborg ákvað að gefa Íslendingum styttu af Thorvaldsen, styttu sem hann gerði af sjálfum sér eins og fram hefur komið, heimkominn frá Róm eftir 40 ára starfsferil þar. Ég hef verið að rannsaka frumgögn í skjalasöfnum hér á landi og í Danmörku. Það einkum skjöl í borgarskjalasafni Kaupmannahafnar sem varpa ljósi á málavöxtu. Aðdraganda gjafarinnar og hvað tók við eftir að ákvörðun var tekin. Rannsóknin ekki lokið og því hér reifaðar bráðabirgða niðurstöður.
allur var einn góður. Eins og fram hefur komið þá í ár liðin 100 ár frá því að 150 ár frá því að þjóðhátíðin 1874 til að fagna 1000 ára afmæli íslensku þjóðarinnar var. Það afmæli leystu læðingi marga frábæra hluti eins og þegar hefur verið vikið að. Fyrstu stjórnarskrá Íslendinga, fyrstu heimsókn Danakonungs til landsins og þá færði afmælið landsmönnum margar heilloóskir og áhugaverðar gjafir. Þjóðhátíðin Reykjavík var 2. ágúst að við stöddum Kristjáni konungi. Hinn eiginlega þjóðhátíð var á Þingvöllum og aðaldagurinn var 7. ágúst þegar konungi var flutt ávarp og honum haldin veisla. Þetta voru stór viðburðir á skala Íslendinga og vöktu gríðarlega athygli víða lönd. Það var orðspor okkar sem sagnaþjóðar, þjóðar sem skrifaði sín eigin sögu og annarra Norðurlanda sem áttu svo mikinn hljómgrunn. Það var ólíkur saman jafna Kaupmannahöfn og Reykjavík. Á myndunum bent á Thorvaldsenssafn og Austurvöll. 1874 voru Íslendingar fámenn þjóð 70.000 og Reykjavík lítil bær með 2.000 íbúa. Hestvagnar, vindmýlan í Bakarabrekkunni og erlend gufuskip fyrir landi vitnuðu stöðu verktækninnar. Skip gátu ekki lagst að bryggju, heldur var allt flutt í land á bátum. Danir voru þessa mundir 2 milljónir og í Kaupmannahöfn voru 200.000 manns. Þar gengu sporvagnar á milli borgarhluta og járnbrautarlestir milli landshluta. Reglubundar siglingar milli Íslands og Danmerkur annaðist gufuskipið Díana. Af 7 árlegum ferðum hófst fyrsta sigling til Íslands frá Kaupmannahöfn 1. mars og svo síðasta 7. nóvember. Það bil 3 vikum síðar var siglt tilbaka frá Íslandi. Bréf sent í öðru landinu barst til hins það bil 2 vikum síðar. Það tók því mánuð að fá svar. Ekki var siglt yfir vetrarmánuðina. Nú víkur sögunni til Danmerkur og hér hefur eitthvað farið úr skeiðis hérna. Leit mín að orðinu 1000-årsfest skilaði þessum niðurstöðum í gagnagrunni yfir dönsk dagblöð sem þar að finna. Umræði í dönskum blöðum afmæli Íslendinga og tengda viðburði var mjög mikil. Mest umfjöllun eins og sést í ágúst og svo dró úr henni. Í upphafi var talað að hans hátign krónprinsinn hafi í huga að sækja Ísland vegna afmælisins, en það breyttist. Í lok maí sagt frá ánægju konungsins og að hann vonist til að geta sótt landið heim. Hann var ánægður með góð viðbrögð Íslendinga við stjórnarskránni. Það var komið þýða í samskipti þjóðanna eftir áralangar deilur. Ef til vill ákvað konungur að koma til landsins eftir að ljóst var að almenningur tók stjórnarskránni vel. Fréttir í dönskum blöðum voru mest það hvað ætti að gefa afmælisbarninu. Víða í nágrannlöndum okkar tóku félög, stofnanir og aðrir að huga að þessu. Þann 8. júlí var frétt í Dagstelegrafen að kveðjur frá Þrándheimi yrðu sendar Íslendingum og að sendinefnd norskara stúdenta hafi lagt á stað til Íslands með postskipinu Díunu 7. júlí, síðustu ferð fyrir þjóðhátíð. Sagt var frá því að þeirri ferð hafi gamli þjónninn hans Thorvaldsen, Karl Fredrik Wilkens, sendt til Íslands gjöf til minningar húsbónda sinn, sem, eins og þekkt er af íslenskum ættum í föðurætt. Gjafirnar voru 2, lokkur af hári Thorvaldsens og skraut áritað eintak af bók Wilkens Thorvaldsen. Gjöfin lítill efna en falleg og gerð af einlegum vinarhug. Bókin varðveitt í Landsbókasafni en lokkurinn á Þjóðminjasafni. Krúttleg gjöf. Það má vel halda því fram að smám saman hafi skapast eftirvænting í Kaupmannahöfn. Hvað ætlar höfuðborg ríkisins að gera? Maðurinn nefndur Ferdinand Meldahl. Hann var afkastamikill arkitekt, teiknaði þinghúsin í Álaborg og Ranners og Alþingishúsið í Reykjavík, svo dæmis tekin. Hann sat árabil í borgarstjórn Kaupmannahafnar,
og stjórn Thorvaldsensafns. Hann var prófessor og forstöðumaður Listaháskólans við Kóngsins Nýja torg, skóla Thorvaldsens. Meldal hefur unnið blóðið til síldunar. Hann lagði til að stjórn borgarinnar sendi Íslendingum kveðju og gjöf í tilefni 1000 ára afmælisins. Tillagan var dagsett 12. júlí og er svohljóðandi í minni þýðingu. Og ætla ég nú bara að lesa þetta. Vegna þess að víða er rætt að Kaupmannahöfn, sveitarfélag, höfuðstaða landsins, sendi Íslendingum kveðju í tilefni 1000 ára afmælis þeirra, leyfi ég mér að leggja til að borgarstjórnin samþykkja að senda Íslendingum kveðju og minningargjöf sem verði stytta Thorvaldsen, annarkvort úr bronsi eða marmara, ásamt fallegu eintaki af ritverki Tíles verk Thorvaldsens, sem Kira myndist hér á. Með tillögu Meldals var til mál í málasafni borgarinnar í Kaupmannahöfn og kætast nú skjalaverður og sagnfræðingar. Málið var sett í nefnd 29. júlí þegar kóngur var rétt ókominn til Íslands og til einföldunar vil ég kalla þessa nefnd gjafanefnd. Í henni sáttu fulltrúar úr báðum deildum borgarstjórnarinnar, alls 5 menn, og áttu að móta hvaða meðferð til hann skyldi fá. Málið var ekki einfalt. Ég nefni 2 menn í nefndinu vegna þess að þeir komu mest í sögu í gögnum málsins. Þeir eru sjálfur Ferdinand og borgarstjórinn Hans Nikoli Hansen sem var formaður nefndarinnar. Nefndin var hratt enda tími naumur ef náast að afgreiða máli fyrir þjóðhátíðarsamkomuna 7. ágúst. En að því var stemt. Nefndin klofnaði og lagði meirihlutinn með Meldal til að tillagan yrði samþykkt. Minnihlutinn, þar á meðal Hansen, var á móti því. Meirihlutinn studdi þess að tillögu Meldals að gefa Íslendingum afsteypu af Thorvaldsen í bronsi og að styttunni komu fyrir á opnusvæði Reykjavík. Föstudaginn 7. ágúst, þjóðhátíðardaginn, fyrirgefiði, fundaði borgarstjórn Kaupmannahafnar tillögu Meldals. Fundurinn hófst klukkan 12:45 það leyti sem konungur var að leggja af stað eftir hátíðina á Þingvöllum. Saddur, en í rigningu. Ekki skráð hvað langur fundurinn var í Kaupmannahöfn en niðurstaða náðist. Í gögnum málsins og í brentari fundargerð ekki greint frá umræðum, en þær voru líflegar að mati dagblaða. Borgarstjórnin skiptist í 2 álíka stóra fylkingar fyrirgefiði. Atkvæðagreiðslan fór þannig að tillagan var samþykkt með 1 atkvæðis mun, með 12 atkvæðum gegn 11. Það munaði sem sagt mjóu. Atkvæðagreiðslan var skráð á þartilgerðan forprentaðan seðil. Þar nöfn borgarfulltrúa sést hverjir sögðu já og hverjir nei. 10 voru fjarverandi. Á myndinni má sjá hvernig Meldal og Hansen greiddu atkvæði. Það er að segja Hansen greiddi nei en Meldal var með. Fyrsti töludálkurinn frá vinstri sýnir meðatkvæði en næsti mótatkvæði. Hinir dálkarnir hverju tóku ekki afstöðu og voru fjarverandi. Ekki fjallað atkvæðagreiðsluna í prentari fundargerð. Einungis sagt að tillagan hafi verið samþykkt. Þannig komst ekki í hámæli hver skoðanir voru skiptar. Gjafanefndin skildi annars framkvæmd málsins, á henni var ekkert hik og þar mætti mest á Hansen borgarstjóra. En klárum þennan afdrifika dag í Kaupmannahöfn. Dagsverkinu lauk með því að yfirborgarstjórinn Rosenörn og formaður borgarstjórnar Hendriksen undirrituðu 2 bréf til Hilmar Finnsens landshöfðingja. Annan bréf var stutt tilkynning ákvörðun borgarstjórnarinnar með þeirri ósk að landshöfðingi geri hann opinber á Íslandi. Hitt gjafabréf með heillaóskum. Frétt þetta birtist sama dag í einu síðdegisblaða borgarinnar. Það er að segja Kaupmannahöfn. Ávarpið til Íslendinga þar birt í heild sinni. Blaðið greinir jafnframt frá því að aðalhátíð Íslendinga sé í dag, 7. ágúst, á Þingvöllum að viðstöddi Kristjánu 9. og þess vegna flaggað við allar opinberu byggingar í Kaupmannahöfn. Díana sigldi sama dag, 7. ágúst, og borgarstjórnin náði því ekki að senda bréfin með því. Næsta ferð var 16. ágúst með lendingu 28. í Reykjavík og þann dag fékk Hilmar Finnsen bréfin í hendur. Afmælisbarnið fékk sem sagt ekki vita gjöfuna fyrir en rúmum mánuð eftir að hún var gefin.
Blöðin í Reykjavík fengu bréfin samdægustu birtingar. Hér voru mikil tíðindi á ferðinni og var að flýta því að koma þeim að framfæri. Vikublaðið Víkverji var fyrst til að birta heilúskýrnar og texta gjafabréfs borgarstjórnar Kaupmannahafnar og það var 11. september. Og hér sjáum við öskjuna sem gjafabréfið var sett í, eða kom í, gjafabréfið og með ávarpið til þjóðarinnar og sjálfsmynd Thorvaldsen í Hljómskálagarði, svona til þess að minna á að það var hann sem var gjöfin. Ávarp borgarstjórnarinnar er svona í íslenskri þýðingu Víkverja. Íslendingar, með því við viðurkennum þýðingu hátíðar þeirra sem í dag er haldin á Íslandi, sendum við bæjarstjórnin í höfuðborg ríkisins yður kveðju voru og lukku óskir og hefur oss, þar sem Thorvaldsen er komin að gamalli íslenskri ætt, komið ásamt að láta gjöra líkneskju af honum og senda Íslandi hana með sem gjöf frá fæðingaborg hans og erfingja, með þeim tilmælum að hún verði sett á almannafæri í Reykjavík til minningar hluttekningu og tilfinningu Kaupmannahafnar með yður á þessari yðar 1000 ára hátíð. Í Danmörku tók við margra mánaða vinna hjá gjafanefndinni. Eftirfarandi greinargerð það. Hansen skrifar Hilmari Finnsen og leitar ráða. Bréfið er dagsett 14. ágúst fyrir skip 16. og kemur til Íslands 2008. Fram kemur að fyrstæðumenn hugsa sér láta útbúa marmaraeintak á styttunni. Við það var hætt þegar upplýst var, einhver hefur sagt það í Kaupmannahöfn, að engin hús í Reykjavík gætu hýst slíkan grip. Því var ákveðið láta gera styttan úr bronsi, hún gæti staðið undir björu lofti. Nefndin hugsa sér að styttan standi á granitstöfli, er hægt að búa hann til á Íslandi. Og hvar á styttan að standa? Beður uppdrátt, þetta þarf að gerast fljótt. Landshöfðingi leitar álits bæjarstjórnar Reykjavíkur og spyr þessi atriði og hvort hún sé sammála sér í því að styttan skuli sett á Austurvöll. Nokkrum dögum síðar segist bæjarstjórnin vera sammála staðarvalið og hún sé fús til að láta laga Austurvöll og leggja fram fé til þess. Hilmar sendi nú þessa niðurstöðu til Hansens, en þetta er að geta þess að Reykjavík tók 4.000 króna lán til 28 ára og 6% vöxtum til þess að laga Austurvöll. Hilmar sem sagt svarar þessu eða sendir tíðindi til Hansens í Kaupmannahöfn og hann telur réttast að styttan verði á miðjum vellunum umgjört járngrindverki. Nægt grjót sé til sem undirlag undir granitstöflin. Hann verður að gera í Kaupmannahöfn. Hér er hvorki til granit nema menn sem kunna til þeirra verka. Hilmar þakkar hann til bæjarstjórnar fyrir hann dásamlegum gjöf. Póstskipið Díana lagði af stað til Kaupmannahafnar með þetta bréf. Sagan heldur áfram þar í Kaupmannahöfn. Með þessu fer fram semst á Íslandi vinnur gjafanefndin ótrauð að framgangi málsins, það er í mörg horn að líta. Langar sýningur hérna helstu verktakana svo eitthvað sem tekið til. Það voru fengið til þessir menn. Styttugjörðarmaðurinn Hólm, gammalmönd 16 í Kaupmannahöfn. Hann lofaði að ljúka verkinu fyrir lok júnímánaðar 1875. Þegar Rítil og Linnigor á Nývestekaði gerðu járngrindverk umhverfis styttuna. Steinsmiðurinn Olsen og verkstæði Kúlgrens í Útivalla í Svíþjóð gerðu granitsterin undir fótstykkið og sökkulsterina sem enn eru til. Allt saman. Prófessor C. Peters við Listakademíunni hafði eftirlit með höndum. Hann teiknaði jafnframt fótstallinn og grindverkið, járngrindverkið, teikningarnar og hornar. Þær hafa líklega verið lánar þeim sem smíða áttu eftir þeim og þær glatast á. Alltaf sem sagt komið á rétta braut fyrir loka árs 1874, bæði hér heima og í Höfn. Miklar annir urðu svo árunni 1875 hjá gjafanefndinni. Við hefum leikinn í mars 1875. Þá skrifar Hansen það var ekki hægt að skrifa fyrirskiliði. Það var ekki siglt við vetramánuðina og fyrsta ferðin fór 1. mars. Hansen skrifar ítalegt bréf til landshöfðingja.
Vinnan gengur vel og stendur að afhendingu í júlí. Hvernig gengur lagfæring Austurvallar og annar undirbúningur? Hansen sendir teikningu. Henni verður að fylgja nákvæmlega. Hún líka glötuð. Hilmar staðfestir allt hér heima standi. Fundamentið verði gert eins og plan og prófíl segir til Förum aftur til Kaupmannahafnar. Þar beið næsta áskorun. Meldal spyr gjafanefndina hvort ekki sé rétt að áliturinn á fótstatsstyttunar sé á íslensku. Hann verður heyrt að annað verið ókurteisi. Hansen bregst hratt við, sendir ráðuneyti Íslandsmála í Kaupmannahöfn 2 stutta texta sem ætlar að vera fótstykkið. Getur ráðuneyti þýtt? Það þarf að gerast hratt. Stöpilin verður bráður sendið til Íslands. Oddgeir Stephensen, forstöðumaður í ráðuneyti Íslandsmála, sendi þýðingarnar daginn eftir. Uppgöst af þeim varðveitt. Það er augljóslega ekki vandalaust að búa til góðan texta þó stuttur sé. Lítum aðeins á þetta hérna. Hér er semst annars vegar dansku texti sem Oddgeir fékk og þýðinga Oddgeirs í uppkasti. Áhugaverðast er að sjá hvernig Oddgeir þýðir Nordens uppersti kunstner. Ef vel er rýnt í seðilinn, þá má greina það 2 mögulegar útlendingar aðra sem hann hefur prófað. Svo fyrir er mestur fagursmiður og hinn er æðsti listamaður. Lokatilegin var sem sagt mestur listasmiður Norðurlanda og finnst mér hún best. Við skulum láta hinn textan liggja milli hluta. Þeir eru báðir sýnilegir, vel læslegir og sýnilegir á styttunni í dag í Hljómskálagarðinum. Flutningur gjafverðanna til Íslands nálgast. Hansen skrifar 28. maí. Biður Hilmar Finnsen vinsamlegast að annast á 4 kassa sem nú verið settir í skipið Díana 28. maí. Í þeim eru steinblokkir í fótstallin. Með næstu sendingu komi restin og maður með til að sjá uppstillinguna. Miðjan ágúst er komið að þessari seinni sendingu. Þá var rætt hvort fresta skuli sendingunni til næsta vors eða láta slag standa og senda allt núna. Hansen, formaður gjafanefndarinnar, vill senda núna. Kaftin Hólm, sem stýrði Díunu, telur það mögulegt. Hann getur ekki tekið þá neinar aðra vörur á þilfarið því þetta sé orðið svo mikið, alls 14 tonn. Nokkur taugatitringur var greinlega í hópnum sem átti að afgreiða styttuna í Díunu. Skipið á að leggja úr höfn 16. ágúst, en það nægst ekki. Menn eru greinlega ósammála. Myndhöggurinn Rosenfalk var Hansen til aðstoðar í þessu máli. Hann hafði skrifað Halldóri Friðrikssyni bæjarfulltrúa miðjan ágúst. Halldór svaraði fljótt í byrjun september og taldi best að bíða til næsta árs. Flytja þurfa alltaf bátum í land og erfiðleika verði við að flytja þyngstu hlutina. Veður geti hamlað. Rosenfalk er ráðviltur, fer heim til Hansens að því að veriðist að kvöldi til en Hansen ekki verið heima. Rosenfalk skrifa sama dag til Hansens miða: ég fór heim til hérna að fá álitið þitt. Vad jeg under disse forhold skal gøre, við ég ekki. Fyrir ekki að ég tala á dansku hérna. Þetta er 21. september. Skipið á að fara eftir nokkra daga. Rosenfalk sendir Hólm skipstjóra munnleg skilaboð stöðuna sama dag. Og Hólm skrifar Hansen, þetta er svolítið flókið fyrirgefið en þetta er svolítið spennandi orðið. Hólm skrifar Hansen daginn eftir og segir að langbest sé, þar sem skipstjórinn skrifar Hansen borgarstjóri daginn eftir, og langbest sé að fresta þessu til næsta árs. Skipið verður þá betur útbúið. Hann vil greinilega að Hansen ber ábyrgð á ákvörðuninni. Hann segist þurfa svar með sendlinum sem færið Hansen þetta bréf. Hann skuli svo, Hólm, gera Rosenfalk viðvart hvernig þetta Hansens er. Hleðsla skipsins hefst nefnilega morgun eftir og Hansen vildi senda. Og þannig fóru leikar. Díana fór með allt góssið, fáum dögum eftir þetta og kom í höfn í Reykjavík 15. október, 4 dögum eftir áætlun. Hafði fengið storma mikla og andviðri, segir í blaðinu. Íslendingi. Hólm skipstjóri var eftir í Færeyjum vegna veikinda. Allt endaði þó vel. Finnsen skrifar 18. október til Hansens og greinir frá því að allt sé komið og sé byrjað að flytja
hlutina á svæðið. Þá líður að vígslunni 19. nóvember 1875 á 105 ára afmæli Thorvaldsens. Nú erum við komin til Reykjavíkur. Reykjavíkurblöðin lýsa vígslunni nokkuð vel. Hér er stuðst við frásögn Þjóðólfs. Þar er hátíðinni lýst lið fyrir lið. Öllu var greinilega tjaldað til. Því nýja torg Austurvöllur stóð afmarkað með girðingu á alla vegu og svæðinu innan girðingarinnar hafi verið skipt upp með 4 stígum sem lágu að miðjunni, að styttunni, þar sem hann stóð inn á granitstöfli innan við járngrindverkið. Já, utan styttuna hafi verið trékassi, svo hún væri ekki öllum sýnileg. En á afhjúpuna deginum var hún sveipuð klæði, svo auðvilt er að afhjúpa hana í einu vetfangi á réttu augnabliki. Hér er mynd sem er tekin af Sigfús Eymundssyni af þessum degi, 19. einstök heimild, en hún er reynda mjög óskýr, en þó má greina þar megin atriði og jafnvel kransa og lyngfléttur. Austurvöllur hafði verið skreyttur eftir fyrirsögn Dansers sem stjórnaði uppsetningunni. 48 fánastangir voru meðfram ytri-girðingunni, auk þess 4 stangir festar við innri-girðinguna. Allar flaggstangir voru með Dannebrogfána. Stangirna voru vafðar með lyngfléttum og skreyttar krönsum. Eldri konu bæjarins höfðu unnið þetta verk. Það er stofnuð upp úr þessu Thorvaldsens félagið og vígsludagurinn er talinn stofndagur þess. Veður var nokkuð kalt og hvasst en menn létu það ekki á sig fá. Allt var mjög hátíðlegt. Þegar klukkur dómkirkjuna ringdu inn hátíðina klukkan 12 var Austurvöllur og ég gríp í Þjóðólf. Var allur fólk í hulinn og var það fjölmenni ekki stóru minna en það er sótti þjóðhátíð Reykvíkinga 2. ágúst í fyrrasumar. Voru mjög margir komnir og nálægum sveitum. Bæjarstjórnin og aðrir fyrirmenn stóðu næst styttunni skammt frá ræðustól sem þar hafi komið fyrir. Já, þetta er sem sagt sama mynd en bara þannig að maður getur betur greint þetta en hérna já, Steingrímur Thorsteinsson hafði ort 2 hátíðarkvæði sem sungin voru fyrir og eftir vígsluna. Og eftir flutning fyrsta erindinsins þá hófust ræðuhöld og það var Pétur Pétursson biskup og forseti efri deildar þingsins sem steg fyrstur ræðustól. Biskup fjallaði nokkrum málum listamannin Thorvaldsen, hversu góð gjöfin var og hve mikið lán það var fyrir Íslendinga að eiga Thorvaldsen fyrir hálflanda. Aftur var sungið. Þá steg Hilmar Finnsen landshöfðingi í stólinn og flutti hátt og skýrt stutta ræðu í nafni Kaupmannahafnarborgar. Ég ætla að lesa hana. Þessa mynd Bertels Thorvaldsens, hins mesta listasmiðs Norðurlanda og hins nafnfrægasta allra þeirra manna sem ættar eru frá Íslandi, þessa mynd sem fæðingarstaður Thorvaldsens og erfingi, Kaupmannahöfn, gaf Íslandi á 1000 ára hátíð þess landsins og sem nú stendur ljómandi og fögur fyrir augum vorum og á að standa oss og niðjum vorum til vitnisborðar bróðurlega hluttekningu Dana í þjóðhátíð vorri. Þessa myndastyttu hef ég þá æru fyrir hönd gefendana að afhenda henni heiðruðu bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar og fela henni á hendur fyrir hönd Íslands að varðveita og vernda þennan dýrmæta minnisvarða til ókominna tíma. Þá var styttan afhjúpuð og þá var fagnað með húrarópum. Styttan var ljómandi fögur vegna þess að hún var glæný og skínandi, hafði ekki veðrast eins og nú er. Árni Thorsteinsson landshöfðingi, bróðir Steingríms skálds, var næstur. Hann var í forföllum bæjarfógeta. Hann þakkaði fyrir í nafni lands og bæjar fyrir hennar fögru gjöf. Hann sagði bæjarstjórnina fúslega að taka að sér umsjón og vernd styttunar. Árni bað landshöfðingi að færa gefundum innlið þakklæti. Orðum hans var tekið með fagnaðarópum. Af þessu loknu bað Bergur Thorberg amtmaður samkomunum að minnast konungsins og var það gert með nýföldu húrra. Það ætla ég ekki að prófa.
Hér ekki ráðrúm til að segja frá þeim 3 veislum sem haldnar voru í bænum síðdegis og kvöldið. Þar voru áframhaldnar ræður, flutt minni, sungið í fagurlega skreyttum salarkynnum. Hilmar Finnsen, landshöfðingi, sendi stutta lýsingu af atburðum til borgarstjórnar Kaupmannahafnar, flutti þakkarkveði bæjarstjórnar og sendi nokkur eintök af kveðjum Steingríms og þau finnast nú í skjalasneiðum Kaupmannahafnarborgar, þar fann ég þau fyrst. Enga gjöf gátu Danir betur val í Íslandi til handa í minningu þjóðhátíðarinnar, en þessa mynd Thorvaldsen var sonur beggja landa og jafn frægastu maður af báðum þjóðum. Þessi gjöf getur því í vissum skilningi tengt saman 2 bræðraþjóðir og fagur og einkennilegur vottur þess að hversu ólíkar skoðanir kunna vera í stjórnarmálum og öðru slíku, þá íþróttin eins fyrir alla. Ekki ólympíuleikar núna? Þetta ekki viðeigandi? Þetta sagði Valdimar Briem í fréttum frá Íslandi sem útkomu 1876. Þetta þarf ekki orðlengja. Það ljóst að styttan af Thorvaldsen var gefin var fyrir 150 árum og reist á Austurvelli ári síðar markar tímamót í menningarsögu þjóðarinnar eins og Ólöf rakti. Hún var fyrsta útilistaverk reist á Íslandi. Það eru tímamót í skipulagsmáli Reykjavíkur. Þarna mynd sem að Moltke Greifi mun hafa teiknað 1840 og svo uppdráttur Benedikts Gröndals 1876 og sýnir í fyrsta skipti hinn skipta Austurvöll. Með afhjúpun Thorvaldsen styttunar á Austurvelli 19. nóvember var raun fyrsta opinbera torgið í Reykjavík vígt. Smiðshaukið var rekið á það 6 árum síðar þegar Alþingishúsið stóð fullbúið 1881. Andspænis Thorvaldsen sem sá ekki lengur út yfir tjörnina. Ásýnd bæjarins gjörbreyttist. Þessar myndir sem ég sýni hér eiga staðfesta það. Eru 2 myndir sem eru eftir Eymundsson og sína styttuna á torgjum þar Austurvelli, það líklega frá 1880 og svo hér 2 myndir sem eru varðveittar í Konunglega bókasafninu sem annars var Peter Elfelt tók og Heimerich, en þeir komu til landsins þegar næsti kongur kom, það síðan 1907 í þá konungsheimsókn þegar Friðrik VIII kom. Góðu gestir, þess að ljúka. Áhrif styttunar gjafar Kaupmannahafnarbúa voru mikil. Austurvelli var festur í sessi sem miðja Reykjavíkur. Thorvaldsens félagið sem enn starfar var til. Thorvaldsens stræti var til og við það götu reisu fleiri verk eftir Thorvaldsen. Ekki á jörðu niðri heldur að þaki lyfjabúðurinnar sem götuna stóð eins og Ólöf gaf áðan. Það var að verða til nýr bær þar sem helst enginn var listaverk. Í ljósi söguna má segja að með vígslunni ekki hafa hann hérna með okkur. Hafi með vígslunni 1875 verið mikilvægasti bletturinn í borgin orðið til. Eins og Ólöf sagði, samkomast hafi borgarbúa í víðum skilningi til leikja hátíðahald og mótmæla. Thorvaldsstyttan var okkur gefin fyrir 150 árum. Næsta ár má fagna því að uppsetning hennar verður 150 ára. Og hittast aftur. En eitt, væri þó ekki hæfi að reisa þeim viðburði minnismerki á Austurvelli? Hugsa það. Thorvaldsens styttan stóð á Austurvelli í 56 ár. Hún friðaði þetta svæði og verndaði. Þar til henni var skákað út í Hljómskálagarð 1931 til þess að rýma fyrir styttuna Jóni Sigurðssyni forseta sem kemur til tals hér á eftir. Á lokum vil ég bara færa bestu þakki til Ólafur og Sigurðar Trausta fyrir að standa fyrir þessu þingi og þakka fyrir áheyrnina. Já, við þökkum Eiríki fyrir að leyfa okkur að koma inn í þessa æsispennandi atburðarás og mjög svo áhugaverðu og
Og talandi sko ólympíuleika og lýsingar á viðburðum að þá var ég komin hérna alveg fremst á stólinn og ég var alveg á hreinu með hvað liði ég hélt. En nú ætlum við að gera stutt kaffihlé. Það kaffi hérna á borðinu aftast í salnum og við höfum það svona í 20 mínútur og hóum svo í ykkur aftur þegar við komum hingað til að hlýða á seinni 3 erindin. Eða síðustu 3 erindin. Gjörðu svo vel. Við ætlum að halda áfram og fyrsta erindi okkar eftir hlé af 3 flytur Sigurður Trausti Traustason. Hann deildarstjóri safneignar og rannsókna hérna á Listasafni Reykjavíkur og hann ætlar að fjalla þróun listar í almannarými Reykjavíkurborgar. Gjörðu svo vel, Sigurður Trausti. Takk fyrir Halla og góðan daginn. Gaman að sjá svona mikið af fólki. Og sérstaklega gaman að þurfa að bæta við stólum áðan, sko, svo það gaman. En ég ætla aðeins að fara yfir þetta í dag og ég vil bara segja hvað ég ánægður með það sem komið fram hingað til, sérstaklega á Eiríki. Eins og Halla þá var ég komin alveg fremst á sætið og þar sem að í mínu starfi hef ég flutt þó nokkur listaverk með krönum og ýmsum tækjum. Þá fór ég bara að hugsa hvernig komið þessu 14 tonnum af skipunni yfir á lítinn bát og aftur upp á höfnina. Það var svolítið, það kom í hausinn á mér þetta praktíska, hvernig þeir hefði farið að því. Kannski það í einhverjum heimildum og eitthvað fyrir það að skoða ykkur. En mitt erindi í dag hlaut heitið Þróun listar í almannarými Reykjavíkurborgar. Ég veit ekki alveg hvað ég að hugsa þegar ég valdi þennan titil. Þetta frekar titill á ritröð, myndi ég segja, en 20 mínútna erindi á málþingi. Þetta það svona víðfeðmt málefni. En mér langar svona aðeins í byrjun þá bara að segja frá því sem ég ætla að tala en einnig svona aðeins mikilvægara því sem ég ætla ekki að tala Ég ætla að koma stuttlega inn á fyrstu hugmyndir sem sprett upp hér á landi varðandi listi almannarými og þá auðvitað hérna á Reykjavíkursvæðinu og ég ætla aðalega að tala þróun listarinnar út frá þeim verkum sem eru í safni Listasafns Reykjavíkur, þeim sem að mér og mínu samstarfsfólki þá falið að sjá og annast. Það sem ég ætla ekki að tala og mun ekki koma inn á auðvitað mikilvæga vörður í þessu málefni, en það eru verk sem eru ekki í safneigninni nema bara að litlu leyti, tímabundnu úti sýningarnar til dæmis þar á Skólavörðuholti og fleiri stöðum í borginni sem settu mikið mark sitt á borgarlandið á sínum tíma og alls kyns slík verkefni. Mér langaði bara svona aðeins að afmarka mig. En hinir ýmsu straumar menningar og tísku hafa allt fundið sér leið hingað til lands að utan, þó þróun hefði kannski ekki orðið eins hröð hér á landi og annar staðar og það kannski augljóst þar sem að póstskipið var svona lengi á leiðinni stundum, eins og við fengum að heyra á hann. En það sama gildir auðvitað myndlist í almannarými. Og hvað hana varðar, þá mátti íslenska þjóðin ekki vera minni en aðrar þjóðir og að mati framsýnna einstaklinga hér á landi og eins og var ritað í Þjóðólf árið 1907. Og ég ætla að lesa smá tilvitnun hérna úr blaðinu. Það alsíða í öðrum löndum að reisa látnum ágætismönnum og þjóðskáldum eitthvert heiðurs eða minningarmark í viðurkenningaskyni fyrir starf þeirra í þarfir þjóðarinnar. Reykjavík á sem höfuðbær landsins að verða miðbygg allrar menningar, vorrar og andlegs lífs. Það sómi landsins og að prýði hennar og vegur sé sem mestur. Þetta eru stór og mikil orð borgin okkar og ég efast reyndar ekki að ef ritari þessa orða, Vilhjálmur nokkur Jónsson, sæi þá flóru útilistaverka í borginni sem við eigum, þá myndi það mögulega gleðja hann eilítið. Þessi orð sýna einnig fram á hver hugsunin var varðandi tilgang og tegund listar í almannarými þegar sú umræða kom fyrst fram hér á landi. En lítum aðeins til hugmyndum lista almannafæri. Hvenær spruttu þessar hugmyndir upp? Tómas Sæmundsson virðist vera svo fyrstur sem vekur máls á því að reisa listaverk á almannafæri í Reykjavík. Hann skrifar það í fyrsta tölblaði Fjölnis árið 1835, en Tómas hafði ferðast mikið meginland Evrópu og tók borgir þar til fyrirmyndar.
Hann var að vissuleyti framsýnn maður en hugmyndir hans urðu ekki að veruleika og Guðmundur Halldórsson skrifar það í grein að Tómas hafi viljað verða einhverjar áveita nýrra hugmynda inn í íslenskt samfélag. Það er orðasönnu með tilliti til hugmynda hans borgarskipulag og bæjarprýði en fjölmörg ár átti eftir að líða þá til að fara að huga aftur að þessu á opinberu vettvangi allavega en það var árið 1863 þegar Sigurður Guðmundsson málari hélt ræðu málefni í Kvöldfélaginu og reifaði hugmyndir sínar styttu að landnámsmanninum Ingólfi Arnarsyni. En þetta þýðir að Íslendingar voru farnir að hugsa að reisa minnisvarða svo snemma á 19. öld en Tómas Sæmundsson var undir áhrifum framfara hugmynda upplýsingarnara og hugsaði sér minnismerkin ekki til að hylla en til að hetjur fortíðar, heldur til þess að heiðra þann sem myndi hefja kaupstæðin til vegs og virðingar. 30 árum síðar var það þjóðurniskenndin sem liði áfram góðu lífi, eins og orð Sigurðar benda til, en Íslendingar stóðu enn í sjálfstæðisbaráttu, landslagið var þó mikið breytt og þá horfðu Sigurður og málari og félagar hans í Kvöldfélaginu upp tilbaka og leituðu að einhvers konar sameiningartákni, fornri hetju til að hylla og bæði Sigurður og Tómas höfðu hugmyndir að hefja íslenskt menningarlíf til nýrra hæða en ef við lítum til hugmynda þeirra með listaverk og almannafæri þá nokkuð munur á hugsunum þeirra tilgang slíkra verka. Það ekki svo fyrir en með sjálfsmynd Thorvaldsen fyrir eitthvað fyrir að raungerast og það sem mér finnst sérstaklega merkilegt finnst mér að þessi fyrsta verkið sé af listamanni en ekki stjórnmálamanni, fornri hetju eða hefðarfólki. Útilistaverk auðga umhverfið og það er hægt að fara mörgum orðum mikilvægi þeirra fyrir samfélag og einstaklinga. Þau geta speglað sjálfsmynd og sögu borgaranna og gegnum störf deildar safningnar og rannsókna hjá listasafni Reykjavíkur hefur orðið augljós svo umhyggja sem fólk í nærsamfélaginu hefur fyrir list í almannarými. Meðal annars vegna þess að fólk í nærumhverfinu verka að læta sig varða þegar viðhaldi á þeim sýnt og sendir inn oft ábendingar viðhald sem þarf að fara fram. Og okkar starfsmenn hafa ýmist verið stöðvaðir eða hringt á lögregluna þegar verið að vinna að verkum úti, ef þeir eru ekki nógu vel merktir. En listaverkin eru aðdráttarafl og virka sem kennileiti staða og hverfa. Þau geta tengt saman íbúa svæðis, menningarlega, sögulega og geta verið tákn stolt. Og hér á skjánum kort sem sýnir litla þríhyrninga þar sem listaverkin í safneiginni eru staðsett. Og þið getið séð hérna hversu mörg þeirra eru einmitt í miðbænum, en ég kem aðeins betur inn á það á eftir. Mér langar líka að minnast aðeins fyrst að ég með þessa mynd hérna uppi að það til smáforrit eða app sem heitir Reykjavík Artwalk og hægt að nálgast á bæði á öllum símum þar sem hægt að fá upplýsingar beint í síman verk og jafnvel að fara í leiðsögur með þessu litla appi. Endilega skoða það. En Listasafn Reykjavíkur hefur árið 2024 á skrá 191 útilistaverk. Þar af stærstur hluti í eign og umsjá borgarinnar en nokkur eru þó í eigu ríkis og annar aðila en verkin í eigu annar en borgarinn á skrá safnsins þar sem ætlun var á ákveðnum tíma að halda heildaskrá yfir öll listaverk í borgarlandinu. Hér má sjá súlurit eftir árum sem sýnir fjölda útilistaverka í safneign eftir komu árið þeirra. Framan á 20. öldinni kannski ekki mikið að gera en það fyrir að farast líf í grafið eftir 1950 sem það leiti líka þar sem listamennir og frumkvöldnir Ásmundur Sveinsson og Sigurjón Ólafsson fara að láta til sín taka. Borgin auðvitað á miklu vaxtarskeiði og í mikilli uppbyggingu en stærstu súlurnar þó frá árunum 1982 og 2013 eins og þið sjáið en það skýrist af gjöfum frændana Ásmundar Sveinssonar og Hallsteins Sigurðssonar. Skúlptúrgarðarnir annars vegar við Ásmundarsafn sem teikningin hér af og svo Hallsteinsgarð. Bæði gjafir frá listamönnunum en Ásmundur ánafnaði borginni sín í verki sín eftir sinn dag og Hallsteinn gaf sína gjöf árið 2013 en hann fjall frá í ár. Fyrsta verkið eftir íslenskan listamann sem reist í Borgarlandinu árið 1905, það minnisvarði Jónasar Hallgrímssonar og var það síðar Reykjavíkurborgar. Verkið eftir Einar Jónsson myndtökura og í kjölfarið fylgdu hinar ýmsu standmyndir af kunnum persónum úr Íslandssögunni og allar voru þær eftir Einar Jónsson. Hér má sjá nokkra þeirra á mynd
en við fáum erindi sem kemur betur inn á þetta núna síðar í dag. Fyrsta verkið eftir konu var reist í Mæðragarðinum árið 1930. Verkið Móðurást eftir Nínu Sæmundsson. Ákaflega fallegt og tilfinningaþrungið verk og eitt af mínum uppáhalds í Borgarlandinu. En fyrstu verkin, alveg fram að 1955, eru listaverk í almannarými einhvers konar minnismerki, eru symbolísk verk eða verk sem sína persónur. Annars konar verk en þessar hefðbundnu standmyndir koma svo síðan mér. Það er þá fyrsta abstraktverkið í skráningunni Sjómaðurinn eftir Sigurjón Ólafsson, en Sigurjón gaf Hrafnistuverkið árið 1955 og var tilnefnt sjómönnum og föður listamannsins. Þið sjáu það hérna lengst til hægri á minni hjá ykkur. En fyrsta óhlutbundna verkið sem er í eigu borgarinnar og er í listasafns Reykjavíkur er Reykjavíkurvarðan eftir Jóhann Eyfells sem er í miðjunni. En þáverandi borgarlögmaður Páll Líndal lagði fram þá tillögu 1969 að fjárfest væri listaverki eftir listamann af yngri kynslóðinni, þá aðra en Ásmund Sveinsson og Sigurjón Ólafsson. En tíðræddir Ásmundur og Sigurjón áttu þó eftir að setja áfram marksett á Borgarlandið með verkum eins og Öndvegissúlum Sigurjóns, sem er í nánd við Höfða, og Undir fríður og landnámssól eftir Ásmund og fleirum. Í tilefni af 1100 ára byggð voru 2 verk keypt af Reykjavíkurborg. Annars vegar abstraktverkið Landnám sem þið sjáu þarna í miðjunni eftir Björgvin Sigurgeir Halldórsson og hins vegar klassískt verk eftir Bertel Thorvaldsen, Albert Thorvaldsen skrifaði hérna með þess að hafa það rétt, sem stendur í Hallargarðinum. Afar ólík verk, en verk Björgvins var reist í Bústaðahverfinu og stendur við Háaleiti. Eitt af fárra verka, ekki eitt af fyrsta til þess að vera reist fjarri miðborginni. Eins og sáuð á kortinu áðan er miðborgin afar dóminerandi hvað þetta málefni varðar. Frá 9. áratugnum og upp úr fækkar hefðbundnu standmyndum sem sína persónur. Listamenninni fara að kjósa annan máta til að koma túlkunum sínum á framfæri. En oft er kveikjan að því að verk eru reist einhver ákveðin tímamót. Þar má til dæmis nefna Sólfarið eftir Jón Gunnar Árnason sem er eitt sá staður í Reykjavík sem er hvað mest heimsóttur af gestum til landsins. En í tilefni á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar þá gáfu íbúasamtök Vesturbæjar verkið. Afsakið, aðeins að ruglast hérna í, afsakið. Annað verk sem setur svip sinn á Borgarlandið er Fyssa eftir Rúrí. En það var reist eftir samkeppni útilistaverk í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins. Það sem verkin á þessu tímabili bera með sér einnig er ákveðið hugmyndalegt inntak. Rúrí vísar í náttúruna og flekamótin sem rekast á og ríf upp landið. Jón Gunnar er með draumabát sem felur í sig fyrirheit ónumið land og verk Richard Serra sem við sjáum hér líka sem er sem heppin í Viðey áfangar er umhverfislistaverk sem vísa til jarðsögu eyjarinnar í gegnum Stuðlabergið sem það er gert úr og er sett upp til reglu sem listamaðurinn hefur sett sér. En 9 pör af þessum Stuðlabergsströngum eins og við sjáum á myndinni eru vísvegur eyjuna og hafa sömu hæðalínu sem er dregin í gegnum þá. Vísun í náttúruna og náttúruöflin er svo sterk í gegnum verk eins og Náttúra eftir Borghildi Óskarsdóttur. Þar voru 150 cm háir stafir settir í flæðamálið sem náttúran hefur síðan tekið til sín aftur og eru nú horfnir undir sandinn, en eru þó þar enn. Geirfugl, minnismerki síðasta geirfuglin eftir Ólöfu Nordal og abstraktverk Brynhildar Þorgeirsdóttur Klettur með sína sterku náttúruvísun. Hérna er verkið eftir Brynhildi. En minnismerki persónur þurfa ekki endilega að vera standmyndir. Það sýnir verk Ólafar Nordal Bríetabrekka svo vel. Verkið er torg þar sem hægt er að hópast á eða sitja og ræða málin, prýtt hvatningur orðum Bríetar til dóttur sinnar og rósettumunstri eftir hana. Síðan er það á haustin að þegar berin af trjánum sem eru þarna í kring falla, þá er það alveg
þakið rauðu berjunum sem að vísa auðvitað hafa náttúrulega ákveðna tilvísun. En kvenkyns-listamenn hafa nú nokkuð komið við sögu í tali mínu, en ef litið til tölfræðinnar í skráningunni þá hallar mjög þar á. Skráð eru 154 verk eftir karla og 34 verk eftir konur. Til að stemma stigu þessu, til dæmis var þessum halla var á kvenréttindadeginum 19. júní 2014 afhjúpaður garður til að minnast kvenkyns höggmyndalistamanna og verk eftir 6 konur voru sett upp í tjörnina í Reykjavík og eru til mikils prýði en áfram hallar þó aðeins á. Það svo auðvitað þannig að listamenn hafa ávallt verið duglegir við að nýta sér nýja tækni. Fjölmörg listaverk eru nú ávallt tæknilega flókin og þarfnast mikils búnaðar og það leynast þannig verk í safni Listasafns Reykjavíkur. Þá erum við að tala verk eins og Friðarsólina eftir Yoko Ono, sem þið sjáu hér á mynd, Íslandsvitan eftir Claudio Parmigiani og Fissu eftir Rúri, sem við sáum mynd af áðan. Allt eru þetta verk sem innihalda búnað sem krefst viðhalds og þekkingar, sum þeirra meira en önnur auðvitað, en listamenni nota sér allir þessa tækni til að ná fram þeim hughrifum sem þeir vilja tefla fram. Eins og sást áðan þá komu lægðir einnig varðandi í súluritinu, varðandi hvenar útilistaverk eru reist. Þetta eru kostnaðarsöm verkefni og tímafrek, og krísur í heiminum svo sem stríð, fjárhagskreppur og annað setja mörk sín á súluritið, en komandi ár tel ég að eru þó björt varðandi hvað var það list í almannarými eins og Ólöf kom svo vel fram með áðan. Borgarar hafa sýnt að þeir vilja fegra umhverfið sitt með list. Fjölmargar tillögur slíkt koma í gegnum verkefni eins og Betri Reykjavík að hverfið mitt á hverju ári og nokkrar þeirra hafa raungerst eins og Súlur Arnars Ásgeirssonar í Góðahverfinu, verk sem eru einkennandi fyrir göturnar í hverfinu og heiti þeirra. Það er þá Auga Óðins á Óðinstorgi og Mistilteinn sem vísar á Lokastíg. Svo er það Sjávarmál í Vesturbænum eftir Baldur Helga Snorrason og David Eladio Hugo Cabo. Áfram er haldið upp á tímamót eins og með verki Elínar Hansdóttur Himinglæfu eða Vindhörpu sem var gjöf til tónlistarhússins Hörpu frá ríki og borg á afmæli hússins. Framundan eru svo fjölmörg verkefni af ýmsum stærðargráðum þar sem eru að vinna markvisst meðfram uppbyggingu borgarinnar en hluti innviðagjalda í nýjum hverfum og nýjum uppbyggingastöðum verður varið í list í almannarými. Þar má telja reiti eins og Vogahverfi, Kirkjusand, Banársveit og fleiri og safnstjóri hér og verkefnastjóri vinna að þessum verkefnum sem er eins fjölbreytt og þau eru mörg. Nýlegt dæmi lokaða samkeppni sem haldin var er verk við Grensásveg 1 sem við sjáum hér á myndinni og hafið ánægja að tekja eftir hefur keyrið Grensásveginn. En þar voru listamennir Sirra Sigrún Sigurðardóttir, Rósa Gísladóttir og Karl Bútard valin til þess að senda inn tillögu og að lokum var það verk Rósu sem varð fyrir valinu. Ég hlakka til að sjá það verða að veruleika. En Reykjavíkurborg hefur þá stefnu að áhugaverð listaverk séu hluti af almannarými og einkenni ný skipulagssviði í borginni. Auðgi mannlífið og skapi áhugavert umhverfi og Listasafn Reykjavíkur vinnur á verkefninu í samstarfi við Lóðarhafa, eins og þið sjáuð þarna á myndinni, og fleiri listamenn vinna nú tillögur á útilistaverkum víðs vegar um borg. Við Center Hotels á Seljavegi eru það Erla Þórarinsdóttir og Helgi Már Kristinsson og Sigurður Árni Sigurðsson sem vinna tillögur. Að auki er að vinna því að setja verk upp í Rófabæ 7-9 eftir Brynhildi Þorgeirsdóttur og verk eftir Dagrúnu Aðalsteinsdóttur hefur verið sett upp í Skipholt 1. Önnur verkefni eru í vinnslu og væntam á samkeppni verk á Héðinsreit, Orkureit og Kirkjusandi og á fleiri stöðum. Svo er það auðvitað þannig og svona að lokum hjá mér að verk sem að virðast að nokkur leyti vera eilíf þar sem þau standa er oft hrókerað. Það eru færð og það eru auðvitað ekkert í þessum heimi sem að er eilíft. En það er skylda okkar og ánægja hjá Listasafni Reykjavíkur að hugsa verkin og varðveita þau. Og ég tel að við séum að lifa mjög áhugaverða tíma hvað var það list í almannarými og það verður áhugavert að fylgjast með á næstu árum og sjá hvernig listamenn vinna með arfleifð sína, náttúruna, tæknina og allt þetta sem ég er búin að koma inn á og ég held að þróun listar í almannarými á Íslandi eftir að vera björt á næstu árum.
Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Sigurður Trausti. Áður en ég býð næsta ræðumanni orðið að þá hérna erindi, ef þið fáið ekki nóg í dag, að þá erindi sem langar að kynna fyrir ykkur sem í prentuðu formi. Þetta erindi sem að Ólafur Egilsson skrifaði og í þessum litla bæklingi. Hann varpaði ljóma á Danmörku, heitir það, og gefið út, endurútgefið árið 2020, einmitt í tilefni af því að þá voru 250 ár liðin frá fæðingu Thorvaldsen. Og það dansk-íslenska félagi sem gefur þetta út og við erum með það til sölu í safnbúðinni og það kostar 800 krónur. Þannig ég hvet ykkur til að taka með ykkur lesefni svona fyrir kvöldu þegar þið að ná ykkur niður eftir daginn. En Jón Karl Helgason, prófessor í íslensku og menningadeild við Háskóla Íslands, hann flytur næsta erindi, Thorvaldsen sem þjóðardýrlingur. Gjörðu svo vel, Jón Karl. Komið sæl. Það svona 15 ár síðan að ég og kollegi minn við Háskólann, Sveinn Yngvi Egilsson, fórum að þróa rannsóknarverkefni sem miðaði að því að setja arfleifð Jónasar Hallgrímssonar í alþjóðlegt samhengi. Og kveikjan að þessu voru bækur sem við höfum sent frá okkur allnokkru áður. Við sjáum kápurnar þeirra hérna fyrir aftan. Við vildum bera annars vegar feril Jónasar og fagurfræði saman við feril svona annarra þekktra rómantískra skálda í Evrópu. En við vorum líka mjög áhugasamir í rauninni það mikilvæga hlutverk sem að Jónas lék og leikur raunar enn í menningar pólitísku samhengi hér. Og útgangspunktur okkar var sá að Jónas væri þjóðskáld. Þetta hugtak sem hefur notað áratugaskeið, bæði í almennri og fræðilegri umræðu höfunda, sem eru taldir vera einhvers konar holdgerving þjóðarinnar eða þjóðarbrots eða tungumáls. Nú við unnum þetta verkefni í nánu samstarfi við 2 fræðimenn frá Slóveníu, Marko Júvan og Marijan Dovits, og komst að því að Jónas ætti nú hálfgerðan tvíburabróður í Slóveníu, Frans Preseren. En við vildum í rauninni setja minninguna þjóðskáldið og framhaldslíf þjóðskáldsins í opinberu umræðu og opinberum vettvangi einhvers konar pólitískt og jafnvel trúarlegt samhengi. Og við ákvaðum að leggja áherslu á hugtakið menningarlegur þjóðardýrlingur, cultural saint, og vildum svona heimfara það yfir á skáld, listamenn og menntamenn sem hefðu í rauninni fengið það táknræna hlutverk innan samfélagsins sem að einvaldar og trúarlegir dýrlingar höfðu gegnt svona á öldum áður. Við gerðum greinarmun á þessum menningarlegu þjóðardýrlingum og það sem við kölluðum svona pólitískir þjóðardýrlingar eða patriotic saints, sem ætti þá kannski við stjórnmálaleiðtoga og aðra sem hefðu staðið framarlega svona í þjóðfrelsisbaráttunni og báða hópa notuðum svo orðið veraldlegur þjóðardýrlingur sem svona andstæði við trúarlegur dýrlingur. Við gátum fundið ýmis dæmi þessi hugtök, bæði í umræðu hérlendis og erlendis, en við eyddum svolítinn tíma í að skilgreina hvað þau getur falið í sér og við sóttum meðal annars í kenningar hjónanna Jans og Aleitu Assmann sem hafa skrifað upphaflega á þýsku en birt mikið á ensku minnisfræði. En það voru líka mjög upplýsandi rannsóknir annarra hjóna, Anrigni og Júps Lýrsen, sem hafa verið svona leiðandi í rannsóknum og menningarlegri þjóðernistefnu í Evrópu. Nú svo rákumst við á bók eftir fræðikonu sem heitir Catherine Wörthery, The Political Lives of Dead Bodies, sem að veitt okkur sérstaka innblástur og það kannski það sem ég ætla að tala pólitískt líf líkama Thorvaldsens eins og hann birtist í Hljómskálagarðinum.
Okkur fannst að ýmsir einstaklingar sem hefðu notið hylli í lifanda lífi eða skömm eftir dauða sinn kæmu til greina sem veraldlegir þjóðardýlingar, en það sem að réði úrslitum það sem við köllum helgifestu þeirra, sem íslensk þýðing á orðinu canonization, væri að stjórnvöld og opinberar stofnanir, svona eins og Listasafn Íslands eða Reykjavíkur eða Seðlabanki, að þessar stofnanir væri í rauninni virkar í að rækta minningu viðkomandi. Og einfaldur mælikvarði á hvort að einhver hefði notið helgifestu sem þjóðardýlings væri þá í rauninni hve fjölbreytt og varanleg slík ræktun minningana yrði. Og ég í rauninni kom að 3 bókum, þar sem þetta var svona megin viðfangsefnið, greinasafn sem ég sendi frá mig 2013, Ódáinsakur, og svo skrifuðu Marianne saman eina bók, National Poets, Cultural Saints, sem kom úr 2017, og ritstýrinn svo bók 2019, þar sem að við söfnuðum saman greinum yfir 20 fræðimanna víðsvegar að frá Evrópu, þar sem þeir eru svona að vinna með þetta hugtak. Nú í Ódáinsakri þar kynni ég lista sem við 4 höfum verið svona að vinna að yfir þessar leiðir sem að tengjast þessari ræktun minningan þjóðardýlinga á opinberum vettvangi. Og við notuðum orð eins og líkneski, íkonamyndir, helgir dómar, skírnir, helgistaðir, helgiskrín, messudagar og helgisiðir. Þið sjáum þarna svona stutta skilgreining á hverju fyrir sig. Og við vorum í rauninni markvisst og svona kannski á svolítið írónískan hátt að endurnýta orðaforða sem hafði mótast innan kaþólsku kirkjunnar í kringum dýrlingatýrkum þar. Í bókinu okkar Marians þá lýsum við þessu í rauninni á töluvert skipulagðri hátt og þar gerum við ákveðin greinarmun á áþreifanlegum fyrirbærum sem að tengjast lífshlaup eða líkama viðkomandi þjóðardýlings og svo þeim, við getum sagt, ritúalísku athöfnum eða hefðum sem að mótast oft í kringum þessi áþreifanlegu fyrirbrigði og í rauninni halda þeim á lífi frá ári til árs. Og meðal slíkra athafna eru hátíðir á afmælis- og dánardögum, pílagrímaferðir til fæðingarstaða eða heimila eða grafreita viðkomandi og kannski bara ráðstefni eins og þessi hér. Til að taka dæmi úr íslenskum veruleika þá gagnlegt að gera greinarmun á styttunni sem Einar Jónsson gerir af Jóni Sigurðssyni og á Austurvelli og þeirri hefð að forseti Íslands leggi blómsveig að fótstalli styttunnar á þjóðhátíðardaginn. Þannig að styttan bara áþreifanlegt líkneski en athöfnin sem raunar nýstúdentar og borgarstjóri og forsætisráðherra takaði eitthvað þátt í þá svona dæmi árvissan helgisið. Nú þjóðhátíðardagurinn er þetta fæðingardagur Jóns, svona dæmi messudag og hann einkennist af því að helgistaðir og helgisiðir eru virkjaðir. Og við getum litið líka á fæðingarstað Jóns, Hrafnseyri sem svona pílagrímastað, Jónshús í Kaupmannahöfn einnig. Þar bjó Jón árabil ásamt Ingibjörgu konu sinni og við vitum líklega flest að gripir af heimili þeirra eru varðveittir á Þjóðminjasafninu og svo hefur andlitsmynd eða íkonamynd Jóns verið fjölfölduð á peningaseðlum, frímerkjum og veggplöttum og svo framvegis. Þó að þetta rannsóknarverkefni afmarkaðist að mestu leyti við þjóðskáld og í rauninni þjóðskáld sem svona, þetta dæmigera þjóðskáld fætt eitthvað tíma rétt eða eftir aldamótin 1800 og deyr venjulega fyrir miðja öld, að þá sögðum við alla tíð að það væri von okkar að það væri að nota orðið menningarlegur þjóðardýlingur til að kortleggja pólitískt framhaldslíf látinna listamanna úr mjög ólíkum listgreinum. Og í inngangi að greinasafn okkar Marians þá ræðum við meðal annars hvort það sé gagnlegt að líta á Leonardo da Vinci eða Rubens sem þjóðardýlinga í sínum heimalöndum og erum líka með vangaveltur tónskáld á borð við Sibelius, Chopin og Beethoven. Athyglisverðasta grein í þessari bók að mínu mati eftir kollega Marians, Luca Vídmar. Þar notar hann orðið menningarlegur þjóðardýlingur
til að fjalla 2 arkitekta, hinn katalónska Antoni Gaudí og svo slóvenskan kollega hans sem færri þekkja, Josip Plesnik. Þetta eru listamenn sem að mótuðu ekki aðeins ásýnd heimaborga sinna, Barcelona og Ljubljana, og eru elskaðir og dáðir fyrir vikið, heldur hefur í raun og sannleika verið reynt að kanonisera þá sem trúarlega dýrlinga innan kaþólsku kirkjunnar. Og ferlið stöðvaðist í tilviki Plesniks, en mjög langt komið í tilviki Gaudís. Það vantar bara sönn á 2 kraftaverkum og þá hann orðinn ekki bara þjóðardýrlingur, heldur trúarlegur dýrlingur. Menningarleg þjóðernisstefna í Danmörku kom aðeins við sögu í mínum rannsóknum og ég birti grein þar sem ég gerði samanburð á ferli og arfleið Jónasar, Frans Preserens frá Slóveníu og svo H.C. Andersen. Ég benti þar á að varanleg, þetta eru austur-evrópsk skáld sem að reyndar einnig hafa verið kanoniseruð af rétttrúnaðarkirkjunni í sínum heimalöndum. Ég benti á að varanleg helgifesta Andersens sem þjóðardýrlings, sem ég held að sé óumdeild, sé á ýmsan hátt merkileg og jafnvel óvenjuleg. Hann getur naumast taliðist svona hefðbundið romantískt þjóðskáld. Hann var í raun frekar alþjóðlega sinnaður og það auðvitað þekktastur fyrir verk sem voru ætluð börnum. Ólíkt Jónasi og Preseren þá lifði H.C. Andersen frekar svona bara góðu lífi. Hann lést ekki fyrir aldur fram, sem yfirleitt kostur í tilviki þjóðskáldsins, og hann naut bæði viðurkenningar og velgengni í lifanda lífi og dó saddur lífdaga. Og það segir sína sögu að þegar Ágúst Sopi var beðinn að gera þetta fyrsta opinbera líkneski af Andersen, sem í Rósenborgargarðinum, þá var skáldið ennþá á lífi og hafði bara mjög ákveðna skoðanir á því að það ætti ekki barn að sitja á hnén á honum og að því leyti eins og ólíkur flestum þessara skálda, hann eiginlega þáttakandi í sinni eigin helgifestu. Svo þurfum við líka að taka tillit til þess að upphefð Andersens kom að einhverju leitað utan. Að hann var miklu umdeildar í Danmörku heldur en til dæmis í Þýskalandi eða Bretlandi svona miðjan aldur. Og við vorum svolítið að velta fyrir okkur við Marian hvort við þyrftum líka að hafa annað hugtak sem að væri þá menningarlegur sendiherra. Það er að segja listamaður sem kannski fyrst og fremst nýtur athygli heima við vegna þess að hann svona kyndill landsins erlendis. Ég ræddi líka svolítið þann mun sem í rauninni á Íslandi og Slóveníu sem eru bæði svona eins konar hjálendur í stærra ríki og á leið til sjálfstæðis. Og hins vegar Danmerkur sem að þróast frá því að vera konungsríki yfir í það að vera lýðræðisríki. En ég talaði það að það væri raun ýmsir aðrir danskir rithöfundar sem kannski hefðu verið líklegri til að fá þennan stimpil á sig í Danmörku á 19. öld en Andersen að verða þjóðskáld. Við getum nefnt Ölendsleger, Holger Drachmann, það má jafnvel velta fyrir sér Grundtvig. En mér sýndi samt að sá listamaður sem að veitti Andersen mesta samkeppni á 19. öld hafi verið Thorvaldsen. Til marks það má hafa að þeir eru 2 fyrstu listamennir til að rata sem íkonar á danska peningaseðla. Fyrstu dansku seðlarnir voru prentaðir snemma á 18. öld, en það ekki fyrir en á 19. öld að menn fara að leggja verulega upp úr hönnu þeirra. Andlit konungsins var snemma gert að vassmerki, en á elstu seðlunum það rómverskir guðir sem eru svona íkonamyndirnar á dansku seðlunum. En þegar ný seðlaröð var hönnuð 1875, þá héldu guðirnir stöðu sinni nema aftan á 500 krónu seðlunum voru vangamyndir af Thorvaldsen og efnafræðingnum Ørsted. Og það svo haldið áfram á sömu braut á seðlunum sem þið sjá hérna frá 1945 til 47. Þá
þá heldur Thorvaldsen sinni stöðu, Ørsted líka, en það bætast nokkrir við, þar á meðal H.C. Andersen. Andersen var fyrsti einstaklingurinn utan dönsku konungsfjölskyldunar sem rataði á frímerki 1935 og kannski þeir listamenn sem við þekkjum sem hafa fylgt í kjölfarið, reyndar ekki fyrr en eftir síðustu aldamót, eru Karen Blixen og Carl Nielsen. Og ég held að Karen Blixen væri mjög áhugaverð til að skoða núna til að bera saman svona gildi þjóðadýlinga í Danmörku. Þar að segja Andersen hefur haldið sinni stöðu en Karen Blixen hefur sífellt sterkari stöðu. Nú ef við reynum að leggja mat á það hvort að Thorvaldsen hafi allavega tíma verið menningarlegur þjóðadýlingur eða sendiherra, að þá svolítið athyglisvert að hann á ýmislegt sameiginlegt með Andersen. Hann rís úr neðri stétt til yfirstéttar, hann töluvert nátengdur dönsku konungsfjölskyldunni, þetta á við þá báða, hann ekkert sérlega þjóðlegur listamaður, upphefðin kemur kannski fyrst og fremst eða allavega að miklu leitað utan, stafar af alþjóðlegri frægðan sem myndhöggvara. Hann býr mest alla starfsæðin á Ítalíu og hann mótar fagurfræði sína í anda endurreisnar á klassískum fyrirmyndum. Hann ekki að sækja í norræna fortíð fyrst og fremst. Og helgifest hans hefst í rauninni meðan hann í fullu fjöri. Það birtist skýrast í öllu þessu tilstandi sem í kringum heimkomans frá Róm 1838 og við sáum hjá Kýru 3 myndir sem sýna þetta, ég með eina þeirra hér. Og það var í rauninni ekkert síðri hátíð þá og var hér 1875, þar að segja það voru mikil hátíðarhöld þegar Thorvaldsen kemur til Danmerkur á Hotel de Angleterre og þar flytja helstu dönsku skáld samtíðar en honum Drápur og hann gerður að heiðursborgara Kaupmannahafnar. Í aðdraganda heimkomunnar farið að ræða uppbyggingu Thorvaldsens safnsins og þetta í raun á lóð sem að Friðrik konungur VII leggur til og hluti af safninu í rauninni að útveggja safnsins hús sem þegar var til að mér skilst þar sem hestvagnar voru geymdir. Þannig að en annað sem kannski mjög tákgrænt og á við mjög marga þjóðadýlinga að það efnt til opinberrar söfnunar í Danmörku fyrir þessu safni, þannig að það geta allir keypt sér hlut í minningu Thorvaldsens. Og þetta eitthvað sem að maður sér í rauninni líka hér á landi þegar verið að minnast Jónasar Hallgrímssonar til dæmis sem við fréttum áður og í rauninni síðasta dæmið þetta hér á landi var söfnun fyrir Veröld, húsi Vigdísar Finnbogadóttur sem á háskólasvæðinu. Það var ekkert lokið við þessa byggingu Thorvaldsens safnsins fyrir 1848, 4 árum eftir að Thorvaldsen lést. Og þarna má auðvitað sjá gott úrval listaverka hans. En það sem mér finnst merkilegast við þetta safn að gröf listamannsins í rauninni inn í þessu safni og það var að hans eigin ósk. Þannig að þetta safnhús út frá okkar rannsóknum í rauninni helgistaður og helgiskrín sem hefur að geyma helgadóma og þegar maður fer þarna og heimsækir safnið þá maður kannski í mjög líku hlutverki og kaþólskur pílagrímur. Nú það eru fleiri dæmi helgifestu Thorvaldsens í Danmörku. Það hafa verið veitt sérstök verðlaun Thorvaldsens medaljen sem Akademían fyrir fagrar listir veitir. Það var reynda gert mjög óreglulega til að byrja með en svona frá 7. áratugnum hefur þetta verið gert svo að segja árlega. Og það má líka nefna að það var mjög vegleg hátíð þegar minnst var 100 ára fæðingarafmælis Thorvaldsens í Danmörku. Í skírni mátti finna lýsingu á þessari hátíð eftir Eirík Jónsson og hann reynda kvartaði svolítið yfir því að Danir minntust ekki einu orði á íslenskt ættefni Thorvaldsens. Slíkt má oss nú reyndar á litlu standa úr því meistarinn sjálfur hefur minnst Íslands sem ættland síns, segir Eiríkur. Nú,
Helgifesta Thorvaldsens, hún kann í raun að tengjast í einhverju leyti að hann lagði sem listamaður lóð á vogarskálarnar í ræktun minninga ýmsa aðra dýrlinga, bæði trúarlega og veraldlega. Líkneski sem hann gerir fyrir frúarkirkjuna í Kaupmannahöfn, meðal annars af Kristi, sem þarna fyrir altarinn, og postulunum 12 sem raðað með fram hliðarveggjum, í rauninni mjög áhugavert dæmi það hvernig kaþólsk trúarhefð bergmálar í þessari kirkju mótmælenda. Þetta frekar óvenjulegt. En einnig skóp listamaðurinn minnismerki marga af nafntoguðum menningarlegum þjóðardýrlingum annarra Evrópuríkja. Það má nefna líkneski sem hann gerir af þýska skáldinu Schiller, sem afhjúpað í Stuttgart 1839. Hann gerir vangamynd af Goethe sem á leggsteini þýska skáldsins í Róm og líkneski af þýska prentaranum Gutenberg sem í fæðingaborginni Mainz. Nú við Mariann settum kannski ekki fram markvissa kenningu þetta efni, en okkur fannst í rauninni að þeir dauðlegu menn sem taka þátt í ræktun minninga dýrlinga verða leið líklegri til að njóta sjálfir helgifestu. Og bara pínlítið íslenskt dæmi í rauninni Tryggvi Gunnarsson. Ég klóraði mér oft í kollinn með okkur hann var á íslenskum peningaseðli, en hann í rauninni sá sem tekur eiginlega minningu Jóns Sigurðssonar upp á sína arma og kemst eins og Jón á peningaseðil, og Jón auðvitað vassmerkið þarna í auða blettinum sem þið sjáið. Nú, í einum kafla Ódamansakur sem ég birti raunar í andvara upphaflega undir titlinum Manntafl sjálfstæðisbaráttunnar, og þið getið nálgast á tímarit.is, þá fjalla ég svolítið markvisst þessi líkneski af einstaklingum sem afhjúpuð í Reykjavík frá 1875 til 1968. Og ég gef í skyn að líkneski Thorvaldsens hafi haft áhugaverða pólitíska merkingu sem byggist auðvitað á því að hann var sonur íslensks manns og danskrar konu. Ég benda á það að samhliða helgifestu hans í Danmörku hafi Íslendingar gert sitt tilkall til hans. Þetta sjáum við ljóslega í kvæðinu Kveðja og þökk Íslendinga til Alberts Thorvaldsen sem að Jónas Hallgrímsson orti haustið 1878 í tilefni af heimkomu Thorvaldsens frá Róm. Nú hann minnir þarna á Jónas að í höfum norður rísi móðurmold feðra Thorvaldsens, sæl þættist hún, ef sjálf mætti frægð þá fullþakka hún fékk af þér. Og þarna kannski verið að lofa Thorvaldsens fyrst og fremst sem einhvers konar menningarlegan sendiherra Íslands út í heimi. Nú styttan eins og við heyrt var afhjúpuð á 105 ára afmælistegi Thorvaldsens 19. nóvember 1875. Þetta var mikið húllumhæ, Austurvöllur faglega skreittur, sönghópur flytur kvæði eftir Steingrím Thorsteinsson, biskup landfógeti landshöfðingi taka til máls, og það haldin að minnst kosti 2 samsæti í bænum, og í öðru þeirra flytur Matthías Jochumsson bæði minni Thorvaldsens og Kaupmannahafnar. Og það kemur fram í fréttum að það var líka sett upp nafn listamannsins í ljósstöfum fyrir inngangi Glasgow hótelsins þar sem veisluhöldin áttu sér meðal stað. Og það ítrekkað gefið í skyn í kringum þennan viðburð að Thorvaldsen í rauninni þjóðardýrlingur beggja landa og jafnvel einhvers konar innsigli konungssambands Íslands og Danmerkur. Þetta kemur meðal annars fram í ræðu sem að Pétur Pétursson, sem ekki bara biskup heldur þingforsti, heldur þessi miklu og góða gjöf hlýtur að vekja hjá oss innlegt þakklæti við hina veglendu gefendur og talar að styttan verði friðarbogi samtingi hjörtu vor og þeirra í kristilegri von og kærleika. Steingrímur skáldið tekur í sama streng, talar segir en minning hans skal máttug standa á milli tveggja fósturlanda sem bogi sáttmálsbifröst skær. Og við sjáum sama tónslegin í blaðinu Íslendingi sem að fjallar hátíðina, þar sem að talað að myndastyttan eyði vonandi þeim ríg sem hafi verið á milli Íslendinga og Dana og
tengja oss aftur með bróðurlegu vináttubandi og tilvitni Valdimar Briem sem Eiríkur var með hérna áðan var alveg á sömu nótum. Nú við getum sagt að auk styttunnar sé nafngift Thorvaldsens strætis, sem ég veit nú ekki alveg hvenær var nákvæmlega ákveðin, allavega fyrir 1889, og auðvitað stofnun Thorvaldsens félagsins sé til marks það að það sé verið að rækta minningu listamannsins hér á landi. Nú, ef við erum að hugsa kaþólska dýrlingadýrkun, þá auðvitað hárlokkurinn sem Eiríkur sýndi okkur ákvæmlega táknrænn, og það má segja kannski að Thorvaldsen haldi töluvert sterkri stöðu að minnstakosti til ársins 1920. Þá verið að fagna 150 ára afmæli hans og það kemur fram í fréttum að það eru dregnir fánar að hún alla Reykjavík. En þetta breytist 1931. Þá stytta Thorvaldsens flutt af sínum miðlæga stað sem verður í rauninni ennþá miðlægari þegar Alþingishúsið sett þar. Hún flutt af Austurvelli í jaðar miðbæjarins í Hljómskálagarðinn, og ef við erum sleip í hugarreikningi þá áttið ykkur á að árið 1931, þetta vísu tengist að ykkur leiti kannski Alþingishátíðinni, 1931 akkúrat mitt á milli ársins 1918 þegar fullveldið í höfn og 1944 þegar við fáum lýðveldið. Og það svolítið verið að undirbúa sviðsmyndin í miðbænum fyrir lýðveldisstofnun. Í stað Thorvaldsens tekur ótvíræður veraldlegur þjóðardýrlingur Íslendinga Jón Sigurðsson sér stöðu á Austurvelli, og ég held að ég sé ekkert að ýkja þegar ég segja síðustu 80 ár, þrátt fyrir viðburðin hér í dag og viðburðin sem var 2020, þá hafi sól Thorvaldsens sem þjóðardýrlings hnigið örlítið bæði hér og í Danmörku. Takk Jón Karl fyrir þetta. Þá komið að síðasta ræðumanni dagsins og það Alma Dís Kristinsdóttir, safnstjóri listasafns Einars Jónssonar. Hún ætlar að flytja erindi sem hún kallar listamannasöfn myndhöggvaranna Einars Jónssonar og Thorvaldsen. Gjörðu svo vel, Alma Dís. Ég vil byrja því að þakka Listasafni Reykjavíkur fyrir að halda utan þennan viðburð og Eiríki Guðmundsssyni fyrir frumkvæðið að þessu verkefni. En mitt innlegg hér í dag snýra listamannasöfnum myndhöggvaranna Einars Jónssonar og Bertels Thorvaldsen. En sem safnstjóri listasafns Einars Jónssonar get ég auðvitað ekki tala fyrir hönd Thorvaldsens safnsins, en það sem fyrir mig vakir að velta upp spurningunni: hversu mikil áhrif hafði þessi atburður sem við erum að minnast hér í dag, fyrsta útilistaverkið á Íslandi, á sýn Einars Jónssonar á sitt safn? Þessu kannski ekki auðsvarað hér og nú í einu litlu erindi, en ég varpa fram nokkrum hugmyndum. Áður en lengra haldið vil ég nefna að ég byggi umfjöllun mína meðal annars á smáritasafni Listasafns Einars Jónssonar, en síðasta árið hafa 3 smárit verið gefin út á íslensku og ensku, af því tilefni að safni fagnaði 100 ára afmæli í fyrra. Höfundar smáritana eru Ólafur Kvaran, listfræðingur, Pétur Ármannsson, arkitekt, og Heiða Björk Árnadóttir, list- og safnafræðingur sem veltir einmitt upp sýn Einars og skoðar safn hans í samtímanum. Listamannasöfn þekkjast víða, eins og Munch-safnið í Oslo, Miro-safnið í Barcelona, Rodin-safnið í París, Georgia O'Keeffe-safnið í Santa Fe í Bandaríkjunum og Van Gogh-safnið í Amsterdam. Þetta eru söfn sem eru tileinkuð stökum listamönnum, lífi þeirra, verkum og skjalasafni eða arkíf. Á ensku eru þó nokkur heiti yfir þessi söfn, eins og Artists Museum, Single Artists Museum, Artist Studio Museum og Monographic Museum. En listamannasöfn veita oft innsýn inn í hugarheim og listræna sýn þeirra einstaklinga sem þau snúast um.
Það freistandi í þessu samhengi að nota hugtakið einkasafn því listasafn Einars Jónssonar og Thorvaldsens safnið virðast í fyrstu vera eins konar minnisvarðar einstaka menn, jafnvel grafhýsi í tilviki Bertels, sem var jarðaður í Hallagarði safnsins eins og Jón Karl minntist á hér áðan. En þegar betur að gáð eru bæði söfnin almenningssöfn, rekin fyrir almannafé og hugtakið einkasafn því villandi, þó að andblærinn í kringum bæði söfnin gefi til kynna ákveðið vald og einræði með ýmsum hætti eins og í ákvæðum í erfðaskrám. Við getum kallað hluta af þessum andblæ sjónrænt ávarp eða mode of address, hvernig tekið á móti gestinum sjónrænt í arkitektúr, viðmóti, litavali, dagskrá og svo framvegis. Listasafn Einars Jónssonar fyrsta listasafn landsins sem opnað var almenningi í eigin húsnæði þann 24. júní 1923. Frá sjónarhóli byggingarlistar safnbyggingin einstök, hún áhrifamikil umgjörð verka Einars og hans stærsti skúlptúr. Saga safnsins að mati Péturs Ármannssonar nátengd þróun íslenskra byggingarlistar á fyrri hluta 20. aldar og háleitra hugmynda þess tíma framtíðarskipulag Reykjavíkur sem höfuðstaðar fullvalda ríkis. Og Fjölnismaðurinn Tómas Sæmundsson sem Sigurður Trausti minntist aðeins á, sá til að mynda fyrir sér miðbæ með torgum, opinberum byggingum, dómkirkju, ráðstofu og mentabúri eins og söfn voru kölluð á fyrri hluta 19. aldar. Einar fæddist árið 1874 sama ár og stytta Thorvaldsen var gefin Íslendingum og við fögnuðum því 150 árum frá fæðingu Einars 11. maí fyrir á þessu ári í listasafni Einars. En hér til vinstri stytta Thorvaldsen á Austurvelli áður en hún vék fyrir styttuna á Jóni Sigurðssyni sem Einar lauk við árið 1911. En hún var færð á Austurvöll árið 1931 eins og fram hefur komið þegar styttan af Hannesi Hafstein ráðherra var sett upp fyrir framan stjórnarráðið á stöpulinn sem Jón stóð á fyrir. Einar var 19 ára þegar hann flutti til Kaupmannahafnar til að hefja nám í höggmyndalist árið 1893. Hann hefur eflaust skoðað fyrsta útilistaverkið á Íslandi áður en hann hélt utan. Einar komst inn í hina konunglegu dönsku listaakademíu árið 1896 og var meðvitaður Thorvaldsens safnið sem hafi verið starfrækt í 50 ár þegar hann útskrifaðist árið 1899. Thorvaldsen kenndi við listaakademíuna frá 1805 og fekk að afhenda íbúð þar. Hann var alkominn heim til Kaupmannahafnar eftir áratuga langa dvöl í Róm eins og fram hefur komið árið 1838. Einar fetaði svipaða leið þó að hans dvöl í Róm hafi aðeins varað í rúmt ár frá 1902 til 1903. Til þess að komast inn í listasafn Einars Jónssonar gert ráð fyrir því að þú gangir upp 2 setta þrepum, ekki ósvipað súlusöfnum sem sjást víða erlendis og minna á arkitektúr grísku gyðjuhofana. Þar sem gesturinn var færður upp á hærra plan með heimsókn sinni á safnið. Þar gesturinn komin inn í heilagt rými listarinnar og þarf að hafa dálítið fyrir því að komast þangað. Þetta var viðhorf sem hugnaðist Einari en passar ekki mjög vel við safnastarf dagsins í dag. Thorvaldsens safnið virðist einnig fremur lokað utanfrá enda gengið inn frá annarri hlið safnsins upp örfáar tröppur. Það hins vegar nokkuð jarðbundnara en Einarssafn, ef hægt að orða það þannig, enda byggt á eldri byggingu sem upprunalega var hlið fyrir hestvagna hallarinnar sem á sömu lóð og Thorvaldsens safnið í miðri Kaupmannahöfn. Stundum listamannasöfn fyrir heimili og vinnustofur listamanna eins og í tilviki Einars, fyrsta myndhöggvara landsins sem bjó hér og starfaði. Einar bjó á efstu hæð Hnitbjarga, sýningasalurinn var á miðhæð og vinnustofur á jarðhæð. Alls rýmin í listasafni Einars Jónssonar það bil 6 til 8 eftir í hvernig talið. Einarssafnið afar sérstakt fyrir þess sakir að það byggist upp á meðan listamaðurinn bjó þar og starfaði.
Thorvaldsen-safnið opnaði hins vegar 4 árum eftir andlát Bertels. Thorvaldsen var fagnað sem þjóðhetju í Danmörku þegar hann sneri aftur til Kaupmannahafnar eftir farsælan feril sem inntök var í Róm með ótal manns í vinnu og Eiríkur minntist á að hann væri með einkaþjón sem var nú ekki tilfelli með Einar. En bæði söfnin eru byggð á gjöf listamannanna. Einar skrifaði Alþingi fyrst bréf árið 1909 og býðst þess að gefa íslensku þjóðinni verk sín. Þá 40 að tölu með því skilyrði að byggt sé yfir þau hús. Einar segir í bréfinu: Ég kýs helst að myndir mínar hafni heima á fróni. Hef líka þá trú og von að þessi litli vísir til listasafns aukist af íslenskri list smátt og smátt og að þess verði ekki langt að bíða að Ísland eigi sér listasafn verði því til gagns og sóma. Hann segir ennfremur: Ég set hér litla teikning af gólfi hús, þess geymt gætu verkin svoleiðis að þau kæmu til réttar síns. Hann útskýrir að hvítu deplarnir meðfram veggjunum tákna plássmyndana. Afsteypur og aðrar eftirlíkingar áskil ég mér að mega taka af mínum verkum en býð með að taka fram aðrar einstakar óskir þangað til ég fæ að vita hvort gjöf mín verður þegin, virðingafyllst Einar Jónsson. Það athyglisvert að rýna í bréf Einars þar sem hann skissar upp hvernig hann sá fyrir sér uppröðun listaverka í safni sínu og grunnteikningu af Thorvaldsen-safninu Bertel gaf Kaupmannahafnarborg í þágu lista og vísinda í Danmörku eins og hann orðaði það í erfðaskrá sinni. Fredrik VII konungur staðfesti gjöf Thorvaldsen með undirskrift sinni. Viðtökur við gjöf Einars voru ekki alveg eins hátíðlegar og mátti Einar bíða nokkuð lengi eftir svari frá Alþingi. Í raun fékk hann aldrei formlegt svar, heldur var frumvarp til heimildalega fyrir landstjórn samþykkt 1914 þess efnis að flytja listaverk Einars Jónssonar frá Galtafelli heim til Íslands og geyma þau á landssjóðskostnað. En það til annað gjafabréf frá Einari, dagsett 10. maí 1915, þar sem hann býður Þjóðminjasafni Íslands verk sína gjöf. Heiða Björk Árnadóttir skrifaði í nýútkomið smárit: Boð Einars að gefa verk sín Þjóðminjasafni Íslands áhugavert fyrir margar sakir. Listasafni Íslands var formlega fært undir hatt Þjóðminjasafnsins 24. janúar 1916 en Matthíasi Þórðarsyni þjóðminjaverði hafði verið falin umsjón með safninu í desember 1915. Segir Matthías frá því í skýrslu að þessi ákvörðun hafi byggt á tillögu hans og málalitunum til stjórnarráðsins og síðar Alþingis í september 1915 og af dagsetningu seinna gjafabréfs Einars frá maí 1915 að dæma virðist hann því hafa haft fregnir af áformum sameiningunum safnanna nokkuð snemma. Heiða Björk bendir einnig á að svo virðist sem þessi gjörningur Einars hafi komið skrifi á mál hans fyrir Alþingi. Að minnstakosti fór svo stuttu síðar að Einar eignaðist sitt eigið safn. Hornsteinn að húsinu var lagður 28. október 1916, sama ár og Listasafn Ísland var svipt sjálfstæði sínu til 1961 ef ég man rétt. Ólík þróun þessara tveggja safna, Listasafns Einars Jónssonar og Listasafns Íslands, að mati Heiðu Bjarkar, endurspeglar þá tengingu myndlistarumræðu og safnastarfs við persónur einstakra listamanna sem ríkjandi var á Íslandi langt fram eftir 20. öld. Módelið hér til vinstri, eða hægri ykkar með, sem sagt hugmynd Einars að núverandi safni en hann sá það fyrir sig mun stærra en raunin varð. Þá hér blýantsteikning að bakhlið Einars safns en þessi súla í raun stigasúla sem eina aðgengi á milli 3 hæða. Og Heiða Björk bendir á að með opnun safnsins voru verk íslensks myndlistamanns í fyrsta sinn gerð aðgengileg almenningi til frambúðar í húsnæði sem var hannað að hluta til fyrir starfsemi listasafns.
Og fyrir þessa sakir hefur safnið ótvírætt listsögulegt og menningarsögulegt gildi. Bygging Listasafns Einars Jónssonar var með orðum Heiðu Bjarkar hluti af og fyrsta skref í stórfenglegri framtíðarsýn mennta- og menningafrömuða landsins háborg íslenskra menningar á Holtinu. Framtíðarsýn sem varð aldrei neitt úr en safnið stóð og stendur enn. Þá hér skissa eftir Einar frá 1910 að húsi sem hann gerir ráð fyrir 3 sölum. Einum fyrir sig með orðunum mitt hús, öðrum fyrir Ásgrím Jónsson með orðunum Ásgrímshús og þeim 3. fyrir Listasafn Íslands. Ef við kíkjum inn í Einarsafn á jarðhæðina eins og það lítur út í samtímanum, þá má þar strax greina sterka liti. Hér annar rauði salur með gula sal í bakgrunni. Listamannasöfn byggja gjarnan á þeirri hugmynd að listaverk sé afsprengi innri manns eða sálar listamannsins og að merking verka sé fyrst og fremst bundin ævi og persónu einstaklingsins. Þessa hugmynd má vel greina í skrifum og erfðaskrá Einars Jónssonar. Hér guli salur í Einarsafni í viðtali við Einar sem birtist í Ingólfi 1908 og dregið fram í smáriti Heiðu Bjarkar segir Jón Sigurðsson frá Kaldaðanesi frá því að Einar hafi sýnt honum teikningu af fyrirhuguðu safnahúsi og nefnir Jón að Einar ætlist til þess að það verði vísi til safns fyrir alls konar íslenska list og að smám saman bætist við í húsið listaverk annara Íslendinga. Og hér blái salur sem var upprunalegi sýningasalurinn sem var opinn almenningi og Heiða Björk bendir á að til grundvallar viðhorfi Einars til safns síns liggja hugmyndir symbolismans myndlist sem endurspeglun á innri veruleika listamannsins fremur en eftirlíkingu af ytri hlut veruleika. Hún segir þetta má ljóslega sjá af umfjöllun Einars listhugsun hans og viðhorf til myndlistarinnar í bók hans Skoðunum sem gefin var út 1944 samhliða endurminningum hans. Þar leggur Einar ríka áherslu á einstaklingseðli listarinnar og í skrifum hans birtist hetjuleg sýn á listamannin sem frumkvöðul og einyrkja. Hann skrifar: Fyrir mér var listin og hafði alltaf verið aðeins útgeislun sjálfsins. Individualistisk eign hverrar einstakrar listsálar og nokkur síðar sannur listamaður og verður oft einstæðingur í list sinni. Samkvæmt hans oft einmanna lífi eru lífsverk hans ein heild. Þar getur engin viðbætt né í fótspor hans fetað. Og hér Einar að orða þá hugmynd að verk hvers einstaks listamanns standi fyrst og fremst í samhengi við önnur verk hans og mótist af ævi og sjálfi einstaklingsins. Leið má segja að hann réttlæti einangrun verka sinna frá verkum annara listamanna. Þannig styður áhersla symbolismans á einstaklingseðli listarinnar og tengsl hennar við innri hugarheim listamannsins hugmyndina listamannasafnið. En ef við kíkjum í Thorvaldsensafnið má finna svipaða litadýrð þar. Og hér einmitt sjálfsmynd af Bertel sem við höfum séð hér nokkru sinnum og hér til sýnis. Og mér skilst að rýmin í Thorvaldsensafni séu 48. Þannig að það aðeins stærra heldur en Listasafn Einars. En inngangurinn í Thorvaldsensafnið á hlið þess með þessu skilti hérna, og það opið. Mér skilst að þetta eru bara einhverja 3 tröppur versus 20 plus í Einarsafni. En litapalettan í Thorvaldsensafni og Listasafni Einars eru svipaðar, enda sóma hvít gifsverk sér einkar vel á litsterkum bakgrunni. En Einar hefur nú væntanlega orðið fyrir svona innblæstri af Thorvaldsensafninu. En á efstu hæð Hnitberga íbúð Einars og Önnu, konu hans, og hér sést skrifborð Einars og á því, oftast, reyndar styttan hér núna, afsteypa af Thorvaldsen þrátt fyrir að Einar hafi í anda síns norska lærimeistara Stefán Sinding hafnað klassíkinni.
Einar var í læri hjá Sinding í 2 ár áður en hann hóf nám við Konunglegu listaakademíuna. Samkvæmt Ólafi Kvaran mörkuðu verk Sindings skýr kaflaskipti á 9. áratug 19. aldar, en í þeim fólst afgerandi höfnun á klassískri arfleifð Bertels Thorvaldsen sem hafi verið öðru fremur ríkjandi stíll í norrænni höggmyndalist. Áhersla Einars á listaverkið sem hreint afsprengi innri persónu og sjálfs listamannsins er að mati Heiðu Bjarkar í andstöðu við flestar gagnrýna kenningar listfræðinnar undanfarnar áratugi. Að sama skapi mótar þessi sýn Einars sérstöðu listasafns Einars Jónssonar í safnalegu tilliti. Flest listasöfn byggjast á þeirri hugmynd að þar sé varðveitt og sýnt úrval verka listamanna ákveðins lands eða menningarsvæðis frá tilteknu tímabili eða samkvæmt ákveðinu myndlistastefnu. Með öðrum orðum að hlutverk listasafna sé að veita innsýn í víða listsögulega þróun. Þar á auki byggjast flest listasöfn nú á dögum af þeirri hugmynd að myndlist þróist ekki í tómarúmi, heldur standi í samhengi við aðra þætti menningarinnar og eigi oft í gagnrýnu samtali við þá. Það er ekki gott að segja hversu mikil áhrif fyrsta útilistaverkið hafði á sýn Einars Jónssonar á hans eigið safn, en hann horfði að minnstakosti til safns Bertels Thorvaldsen í Kaupmannahöfn og notar frásögn af upplifun sinni sem dæmisögu hættur þess að laða að safninu hinn stóra glápandi hóp, eins og hann orðaði það. Einar lagði sérstaka áherslu á þá hátíðlegu og kyrrlátu ró sem einkenndi safn Thorvaldsen áður en breytingar urðu á að þessari ró var raskað með tilraunum til að auka aðsókn almennings að safninu, til að mynda með því að bjóða upp á lifandi tónlist og viðburði. Og svo var musterið opnað upp á allar gáttir, segir Einar. Byggingastíll margra nútímasafna líkist stundum fornum musterum eða grískum gyðjuhofum eins og ég nefndi hér áðan og miðla þannig fyrir hugmynd að þeim sé ætlað að vera vettvangur þögullar íhugunar, rými þar sem ís og þys samtímans er útilokaður og tíminn stendur í stað. Þessa hugmynd orðar Einar Jónsson í lýsingu sinni á andrúmslofti Thorvaldsensafnsins, en inni voru fáir og þess vegna var svo miklu hægara að ná tali af tímanum sem stóð þarna kyrr og dreymdi sjálfan sig áður fyrr og hann var því alúlegri því færra fólk sem var þar. Viðhorf Einars til safnsins og áhersla á einangrun þess frá ytra umhverfi bendir Heiða Björk á fléttast saman við sýn hans á myndlist og eðli hennar sem endurspeglun sálarinnar. Til grundvallar sýn Einars á safni sem musteri listarinnar og aðgreiningu hans á hinum stóra glápandi hóp, almúans frá næmari og andlega upplýstari gestum, liggur svo hugmynd sem varð ríkjandi með þróun listfræði á 19. öld samkvæmt Heiðu, að myndlist sé uppspretta siðferðilegrar og andlegrar upplifunar og að framför í listum sé vísbending það á hvaða stigi siðmenntunar samfélag stendur. En safni Einars var frá fyrstu tíð ætlað stórt hlutverk í siðferðilegri menntun þjóðarinnar. Í skrifum menningarlegra umbóta sinna hérlendis og erlendis nytsemi safna á síðara hluta 19. aldar og fyrir hluta 20. aldar var rík áhersla lögð á hlutverk safna í siðfáun og mótun hegðunar almennings, eða það sem við kannski köllum fræðslu hlutverk. En Heiða Björk bendir á að glöggt megi sjá þessar áherslur í skrifum safn Einars. Í skrifum listamannsins sjálfs er þó ekki að greina neina hugsun lýðræðisvæðingu myndlistar. Þvert á móti leggur hann áherslu á sjálfstæði og fjarlægi listarinnar frá samtímanum og frá almúanum. Hann segir, ef listin á að vera fyrir almenning, verður hann að koma til listarinnar, en listin ekki til hans. Með listamannasöfnum er líklegra að við náum tali af tímanum í þessum hraða heimi sem við búum í og því gildi þeirra talsvert hverja svo sem aðsóknartölur þeirra eru. Takk fyrir.
Takk fyrir Alma Dís og takk öll sem að hér hafa flutt erindi og takk þið gestir, en við erum ekki alveg búin vegna þess að nú ætlum við að vera með smá pallborð, þannig að við tökum 2 mínútur, þannig að þið getið staðið upp en það er bara, hérna við ætlum aðeins að færa og svo byrjuðum við pallborðsumræður. Og mig langar að bjóða ykkur kæri gestir að ef að þið eru með spurningar, stuttaspurningar eða vangaveltur handa okkar fólki, að þá að segja til nafns, gefið mig merki, þá segið til nafns og ég mun láta ykkur fá hljóðinnumann að segja til nafns áður þið berið fram spurninguna. Er einhver sem að er með, já, gjörðu svo vel. Þetta nú ekki, en Óttar Óttarsson heiti ég og spurningunum beini ég til Eiríks, býst ég við. Það eru áhald hvenær Thorvaldsen fæddist, það eru nefndar 2 dagsetningar, ef ég maður rétt með viku millibili eða þar bil, annars vegar hann talin fæddur í Kaupmannahöfn, eins og kom fram í gjafabrífinu og hins vegar á skipi á Skagafirði. Hefur eitthvað komið í ljós sem að staðfestir aðra hvora tilgátuna? Takk fyrir þetta. Nei, sko, þetta er mjög skemmtileg mýta sko þessa fæðingu á skipi, en það er ekki hægt að sanna það og reyndar heldur ekki gott að sanna hina, svo sem er opinber, því að það er engar upplýsingar varðar fæðingu eða skírn Thorvaldsens. Kirkjubækur þegja alveg þetta og afmælisdagurinn sem er núna hafður 19. Hann var skrifaður niður af vini Thorvaldsens í minnisbók einhvern tíma þegar þeir voru unglingar. Annars var Thorvaldsen alltaf að tala hann væri eftir afmæli í mars, þessi daginn sem hann kom til Rómar og var hélt upp á það afmæli. Þannig að þetta finnst mér líka styðja kannski við þessa dularfullu tilveru hans, að dýrlingsstöðu kannski, að það má leika sér með þetta að það er til þessi skemmtilega saga sem Íslendingar hafa haldið svolítið á loft. Akkurat, við viljum góðar sögur. Það er alveg greinilegt. En ástæðan fyrir því ég bið ykkur að nota hljóðneyman er að því að við erum að taka þetta upp, þannig að ef að þið myndið ekki nota þá myndi ekkert heyrast, myndi ekki spurningin heyrast á upptökunni. Já, gjörðu svo vel. Já, kæra þakki fyrir fróðleg og skemmtileg erindi. Ég heiti Margrét Elísabet Ólafsdóttir og ég er svona að hugsa, ok, það var eiginlega svona tvennt sem að kemur upp í hugan eiginlega eftir að hlusta annars vegar á alltaf, svo sem alveg öll erindin, en Jón Karl sérstaklega og Ölmu Dís, því að Jón Karl nefnir hérna að þessa tilfærslu á styttunni af Austurvelli yfir í Hljómskálagarðinn sem að möguleika sem sé svona tákræn tilfærsla, eða bæði náttúrulega raunveruleg tilfærsla og tákræn, það er svona verið að svona, hvað maður að segja, undirstrika það þetta samband við kónginn, sko, það ef að styttan er til að tákna einhvern veginn svona sambandi við Danmörku og kónginn, það er svona verið að ýta því, ok, við erum að segja skilið við það. Og svo talar Alma Dís sko það hvernig Einar Jónsson upplifir Thorvaldsenssafnið í Kaupmannahöfn, og svona innan sviga sko finnst mér áhugavert að velta fyrir sér sko eftir hennar langa feril Thorvaldsen, hann kemur heim, hann var sko 15 ári í námi og á langa feril í Róm, en Einar Jónsson, hann er bara eitthvað 10 ár síðan hann útskrifaðist, hann var 5 ár í skóla, hann er bara, já, ég vil safn eins og Thorvaldsen og ég vil fá helgidóm. Og svo kemur hún erindin að Kýru þar sem hún að segja að nú hafa nýjar upplýsingar komið fram þar sem menn eru að endurskoða kannski það hvernig þeir sjá Bertelsen og átta sig á því að því að þó hann hafi verið með þessar klassísku tilvísanir þá er hann mjög mikið greinilega maður síns tíma, reyndar alveg eins og Einar Jónsson því að, ok, ég ætla ekki að hafa þetta ólangt sko, en ég voru að hugsa sko að ef
maður er núna að segja já, Thorvaldsen var meira maður síns tíma, hann sjá þetta safn í rauninni misskildi Einar Jónsson þetta var ekki þetta ölluleiti þetta kirkjulega heldur vildanaverkin væru fyrir almenning, svo getur maður veltið fyrir sér og getur maður kannski endur Thorvaldsen út frá þessum upplýsingum að Thorvaldsen hafi verið lýðræðissinni, hann hafi verið maður almúans og það ekki segja þetta skoðan í nýju ljósi meðal annars hvernig við getum endurreist þetta þjóðatákn eða eigum við að gera það eða eigum við ekki að gera það hvernig getur hann lífið áfram í þessu svona þjóðartáknar rými Það var rosa langt Já, reyndar það mjög gaman að minnast þess að skjaldarmerki konungs ennþá á Alþingishúsinu þannig að þó Thorvaldsen hafi verið færður til að þá Alþingishúsið ennþá hálfdanst en ég held að við verðum annars vegar að gera greinarmun á í rauninni hugmyndum einstaklinga sem að verða fyrir því að breytast í eitthvað þjóðartákn eða pólitískt tákn og hins vegar þeim hugmyndum sem að þeir fá sem tákn og það getur í rauninni verið breytilegt að og bara ef við hugsum styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli að alþingismenn sem líta út gluggann þeir kannski spegla sig í Jóni hugsa að þetta er ímynd mín en þessi við getum sagt þessi róttæku mótmæli sem kom til tals áðan að kannski lítur þjóðin á Jón sem svona sinn fulltrúa sem að líta eftir alþingismönnum skiljiði og þetta mjög áhugavert með líkneski að líkneski fá alls konar merkingu neyðarstjórn kvenna klæddi Jón Sigurðsson í drag til dæmis 2008 en ég held reyndar að þegar Íslendingar taka á móti þessari styttu að þá er hún auðvitað bara góður fulltrúi fyrir þetta konungssamband en þegar maður les nákvæmlega ræðurnar og kannski sérstaklega ljóð Matthíasar og Steingríms og sumt annað sem sagt er kannski mikilvægasta merkingin sem Íslendingar lesa í þetta að Danir séu loksins að viðurkenna að þeir eigi ekki Thorvaldsen einir. Þannig að það margt í gangi að mjög áhugavert til dæmis að bera Thorvaldsen saman við Ólaf Elíasson svona í samtímanum en ég held að merking Thorvaldsen sem einhvers konar þjóðartákn eða þjóðatilings það þarf stöðugt að endurnýja hana og fyrir flestum Íslendingum nú á dögum hann ekkert inn á kortinu og kannski bara hann orðin svona söguleg menj. Spurningin hver? Margrét Elísabet. Já, ef maður reynir að taka Einar inn í þetta, ég veit ekki hvort að þetta sem ég var að segja með að Einar hafi mögulega misskilið og mislesið tilgang Thorvaldsen-safnsins og þess vegna séð þetta sem þessum að þú ert að lýsa eitthvað svona en leið kannski misskilið og ekki misskilið því að hann sér þarna fyrirmynd þess að reisa sína eigin helgimynd í rauninni eða helgitákn hann alltaf en gæti hann hafa mislesið í rauninni Já, það er spurning hann alltaf gefur verkin sín sem í rauninni það sama og Bertel gerir fremur þennan gjafagjörning sem mjög flókin í safnastarfi í dag að þiggja svona gjöf mikil ábyrgð ég veit ekki hvort að Einar miskildi tilgang Thorvaldsen-safnsins eða ekki en mér sýnist hann hafa horft aldrei til safnsins og það áhugavert þetta með að hann hefur Bertel nálagt sér á skrifborðinu þó að svona hann hafi hafnað klassikinni í orði en já, það erfitt að segja hvort það miskilningur eða ekki það þyrfti bara að rannsaka það
Sigurður Trausti, þú vildi fá orðið. Já, mér langaði bara svona aðeins varandi þetta að mér finnst áhugavert að hugsa til þess að þegar Einar gefur þessa gjöf til að byrja með og þegar hann er að teikna safnið til að byrja með, þá er hann að hugsa þetta ekki bara safn fyrir sig, hann er að hugsa þetta sem listasafn Íslands. Þá er þetta kannski meira í hans huga opnara og lýðræðislegra en það varð síðan seinna meir þegar hann er á gamals aldri fer í meiri vörn, finnst mér virðist vera, þegar hann reyna að verja sína arfleið og að húsi verði ekki nýtt í annað og hann hafði upplifað það að aðrar listaverka eignir hafði verið splundrað og dreift og þessa staði, en bara það sem ég vildi. Mér langar aðeins að taka þetta með Thorvaldsen, hvernig á að skilja hann gjöfina. Jón talar að þetta sé svona einsiglega kannski konungssambandið eða tryggja það, ef ég misskil ekki alveg. En vil bara segja við það það Kaupmannahafnar borg sem að gefa gjöfina. Og það eru þeir borgarar í Kaupmannahöfn sem standa baki henni, ef svo má kalla. Og ég held að það sé svona, eins og setja okkur fyrirvara við þetta með konungsríkið. Og það er alveg ljóst, og Kira hefur talað það, að Thorvaldsen vildi ekki gefa ríkinu safnið, og það var kóngurinn sem var að baka það, hann vildi það færi til borgarinnar. En lét sig hafa það, veit ekki hvort það sé rétt orðalag, að safnið var sett á Hallarhólmann, en það var búið að hugsa aðra staði áður. Þannig að hann er borgarmegin, hann stendur með borgarunum. Þannig að bara svona innleggi þetta. Og aðeins orðandi, hann þetta með nafnið, Bertel eða Albert, Íslendingar hafa viljað kalla hann Albert og það er sem á kvæðunum, Albert minni og þökk Albert, en Danir hafa einhvern veginn haldið upp á Bertel, en sann að sagna þarna kemur í góðar þarfir að engin skírnarvott eru til og hann sjálfur notaði í öllum höndum Bertel eða Albert en undir erfðaskránna skrifaði hann Albert og það stendur Albert á skírnarfontinum. Þannig að ég myndi nú alveg segja að við getum alveg haldið áfram að kalla hann Albert og hann hafi sjálfur talist það vera nafn númer 1. Já, ég vildi bara bæta við að bæði söfnin voru, það var almenningssöfnun fyrir bæði söfnin, bæði Thorvaldsen-safnið og listasafnið Einars Jónssonar. Eina safn fékk 10.000 krónur frá Alþingi, 20.000 krónum var safnað meðal Alþingis. Nei, meðal almennings, afsakið. Já, þannig að 2/3 af kostnaði við að reisa bygginguna var safnað meðal almennings. En svona þessi andblær sem ég er að reyna að tala svona þessi svona einkasafns andblær dálítið snúinn í safnastarfi dagsins í dag. Og þó að það gerir sérstöðuna dálítið skemmtilega og mikilvæga, en þá þetta dálítið snúið að því söfn eru fyrir öll og bara aðgengismál og annað gera hlutina dálítið flókna. Ég veit ekki hvort þetta svarar. Ólafur? Ólafur Egilsson. Mér langar fyrst til að þakka fyrir bæði þetta frábæra framtak að efna til þessa málþings og sömuleiðis fyrir þessi frábæru erindi sem hefur verið hreinasta hönnun að líða á. Í sambandi við flutningin á styttunni á Thorvaldsen af Austurvelli í Ljónskálagarði, þá þetta svolítið dapurlegt að hugsa til þess að staðsetning hennar núna lengi hefur átt sinn þátt í því hvað fáir þekkja til sögu Thorvaldsens. Þeir eru þarna hálfgleymdir, hann og Jónas, vísu mjög góður félagskapur. En í sambandi við flutningin að mér virðist að tilkoma Alþingishússins þarna fáeinum árum eftir að styttan sett upp á Austurvelli. Hún gerir það alveg eðlilegt að stytta af Jóni Sigurðssyni sem svona miklu nærtækari þjóðinni í stjórnmálunum, að hún sé sett upp á þeim stað. En aftur þetta með
það hvað Thorvaldsen afskekktur núna í Ljónskólagarðinum ekki spurning það hvort það veri ekki hægt í þessari vaxandi borg okkar að flytja hana enn og til dæmis búa til hreinlega Thorvaldsens torg einhvers staðar og setja hana þar niður þar sem hún nýtir sín betur. Mér langar svo að nefna líka eins og einhver ykkar hafa kannski tekið eftir að þá hefur verið gerð sú tillaga að Krists mynd Thorvaldsens sem í Frúarkirkjunni í Kaupmannahöfn að það verði gert marmaraeintak af henni og sett í Hallgrímskirkju sem æði tómleg í kornum enn sem komið Svo ég vil gjarnan halda þeirri hugmynd á flotti hérna líka, takk, meðal áhuga fólks. Jæja, hafið þið skoðun á þessu? Já, eins og ég kom aðeins inn á erindi mínu, þá náttúrulega alveg dæmi það að þessar styttur séu færðar, svo maður veit aldrei hvað þarna kemur upp. En þessi stytta í eigu ríkisins en ekki Reykjavíkurborgar þó að þetta málþing sé hérna. Ég vil bara koma því svona á framfæri. En það náttúrulega við sem sjáum viðhald á henni. En eins og segi, þú veist, þær ekki eilíðar á þeim stöðum þar sem þeir eru setta niður þó að líti þannig út. Sérstaklega þegar þeir eru 14 tonn eins og við fengum að vita aðan. Já, ég vil bara nefna þetta með að það verk eftir Einar í Hallgrímskirkju en ekki í kórnum og mér skilst að það hafi verið einhver spurningum sem sagt að hann með hendurnar krosslaðar yfir bringuna en ekki opnar eins og verk Bertels en það að minnsta kosti verk eftir Einar í Hallgrímskirkju. Bara koma því á framfæri. Já, ég veit ekki. Mér finnst alveg komið til greina að það sé skoða hvort eigi að flytja Thorvaldsen og þess vegna Jónas eða hvert sem eftir því sem að borgin breytist. Þetta náttúrulega gömul ákvörðun, semst að flytja hann í þennan nýja garð, Ljónskólagarðinn, því að menn héldu að það kannski eitthvað annað en raunin varð. Þannig að mér finnst það bara hlutur sem eigi að skoða sjálfum sér. Tímarnir taka nýjar ákvarðanir, Já, af því þeir eru nú nágrannar, Bertel og Jónas, að þá sem sagt var Einar ekki mjög ánægður með styttuna af Jónasi Hallgrímssyni sem hann gerði sjálfur og gerði sína eigin útgáfu sem í Einarsafni sem sýnir skáldið svona aðeins berskjaldaðra, ekki í jakkafötum. Hann var ósáttur við að skáldið væri í jakkafötum og það mætti nú bara steypa þá styttu og setja hann eitthvað á góðan stað. Ef við fáum kannski eina spurningu í viðbót svona í lokin. Já, Þórunn. Það stutt sem ég var í Jónshúsi og fór að hugsa hafmeyjuna. Það var hann sem gerði hana heitir Edvard Eriksson en mamma hans var íslensk og ég held að engin muni Thorvaldsen lengur en eiginlega allir vita af þessu tákni Kaupmannahafnar getum ekki bara farið í nýtt stríð. Hér eru ýmsar uppástungur, nýir garðar, ný torg, ný stríð. Jón Karl. Mér langaði bara síðustu að benda á að þessi saga sem að við segjum að hefjist með Thorvaldsen, hún hefst fyrr. 1853 bautasteinn Tómasar Sæmundssonar settur upp á Breiðabólstað og það í rauninni fyrsta dæmið opinber samskot til að reisa svona minningarmark og danskur listamaður gerir mynd af Tómasi og minnisvarðanefndin meðal annars skipuð Jóni Sigurðssyni og á tímabili Jónasi Hallgrímssyni. Þannig að þessi kenning að það að rækta minningu einhvers geti svona veitt manni
vind í seglin ef maður vill verða líkneski eitthvað staðar að sannast þarna og allar þessar hugmyndur að reisa fleiri styttur, sko, það geti reynst ykkur vel að setjast í minnisvarðanefnd. Jæja, þetta eru góð loka orð og mikil hvatning til okkar allra að setjast í minnisvarðanefnd, en mér langar áður en við förum og vætum kverkarnar að þakka Thorvaldsen-safninu í Kaupmannahöfn fyrir þeirra samstarf og svo að því að við höfum verið að tala hérna þetta verk sem gjöf Kaupmannahafnar, gjöf til Reykjavíkur, að þá þetta málþing eiginlega líka svona svolítil gjöf vegna þess að það var einn maður sem að dreif þetta áfram, hvatti til og gaf í rauninni þessa gjöf, talaði fyrir henni og framkvæmdi og það Eiríkur G. Guðmundsson sem að þakka þér. Og ég segi bara takk fyrir sérlega góðan dag og þakka ykkur öllum fyrir fróðleik og skemmtan.